2019, það komið tími til að byrja þetta allt saman og beða fólk að taka sér sæti áður en að fyrstu hestar koma inn á. Við höfum eftir að fara í gegnum heilmikla dagskrá hér í kvöld. Ég heiti Hulda Geirsdóttir og með mér eru Jón Kristófer og Hjörvar og við ætlum að fara í gegnum þetta með ykkur. Þið eru með skrána og svo er það þetta bókin góða, við munum vísa í upplýsingar í henni og við gerum þetta í tveimur hlutum sem að vera með hlé eftir 10. atriði og svo heldur gleðin áfram. Dear guests, we'd like to welcome you to the Stellar Festival 2019. We're ready to start, so we're just going to ask everyone to take a seat and we will have the first horses on the track. Við segjum bara góða skemmtun, gjörum svo vel!
Já, þau eru inn í salinn, fyrsta atriði, það yngri kynslóðin. Það ekki að fara að æfa sig að mæta á svona stóðlistaveislu. En þetta eru 4 bráðefnilegir, hreinræktaðir sýningarknappar á 4 frábærum stóðlistum. Og það spurning hvort þau ekki að byrja að kynna eitthvað þessar knappa, hvað segir þú, Jón? Jú, það þýðir ekkert annað. En þarna eru komin á gólfið á gráhestunum er hún Ásta Hólmfríður Ríkharðsdóttir og þetta er hann Sólfaxi frá Samstöðum. Það er svo Sardís Snorradóttir á Engleikur einni bæis á 1, hann er Röður Leifsdóttur. Það er gott að frá hann. Og Matthías Sigurðsson er á hann á Caruso frá Torfunessi. Og síðast en ekki síst Ragnar Snær Viðarsson á Laxnesi frá Ambanessi. Gefum þeim gott hlað. Þetta er flott byrjun á flottri sýningu. Þetta er að verða búið að festa sig í sessi, þetta er stóðlistaveisla. Það sem gerist í hestaheiminum á Íslandi er annarkot fyrir stóðlistaveislu eða eftir stóðlistaveislu. Þessi krakkar voru svolítið ekki hættið að þú byrjar að lýsa svona sýningum, Jón. Þessi hérna næsta okkur kom að búin fyrir þetta kvöld. Yes, these are the first horses of the evening. We have some very young riders here showing us 4 stallions. You'll find information about all the horses in the book. These are Ásta Hólmfríður riding the grey, Sólfaxi from Samstöðum. Then we have Sardís Snorradóttir riding Engil frá ytri bæis á 1. Matthías Sigurðsson riding Caruso frá Torfunessi. And last but not least, Ragnar Snær Viðarsson riding Laxnesi from Ambanessi. So these are all really good stallions ridden by young riders, very young riders by the way. And it's nice to see such a good temperament and disposition. And they're all in the book if you want to look them up for further information. Já, það fer fallega hjá þeim. Magnús mætir alveg bara helg í tónlistin hann í stjórnklefanum. Alveg púlsandi taktur í þessu. Þetta er alltaf sölumtryksan að halda þessi að nota krakkarna að sína hestana. Þetta er náttúrulega bara svo óbóðslega flinki krakkar en ekki síður frábærir hestar. Já, krakkar í dag, þetta er eins og fullandi reiðmenn fyrir 20 árum. Ég held að Lindberg getum alltaf að vera passið undir þessa og kannski hangið á mig. Já, þannig að ég ekki þú, sko. Þetta er þetta þessu. En þú getur ekki við þess að tvörststöfu hérna. Nei, nú er ég dóttarabaki. Akkúrat þau stilla sig hérna upp. Þau kunna líka hneigja sig. Ásta Hólmfríður Ríkharðsdóttir, Sardís Snorradóttir, Matthías Sigurðsson og Ragnar Snær Viðarsson. Og þau ætla að bíða hérna á gólfinu meðan að vera að kynna hérna ákveðið atriði. Og slóðu nú þögn á mannskapnum. Góða kvöldi, kæru hestamenn. Anna Björk heiti ég og er formaður ringsins. Nú eins og við vitið þá er söfnunin í kvöld. Hún er til styrktarhringnum. Og frá því að Barnaspítalasjóður var stofnað 1942 þá hefur verið markmið ringsins
að börnin okkar sem við elskum öll, að þau fái öll bestu hugsanlegu læknishjálp og heilsugæslu sem hægt að hugsa sér. Það hefur verið metnað okkar síðan og það hefur náttúrulega tekist með hjálp fólks eins og ykkar. Þannig að ég ætla að biðja ykkur í kvöld, þegar þessi fallegu hópur hérna gengur á milli ykkar, þessar fallegu 4 konur og maður sem sagðist nú ekkert verið neitt lítill maður, að þau ætla að selja ykkur happdrættismiðana og ég veit að hjarta hestamanna það slæður eftir stað. Þannig að ég segi bara skemmtið ykkur vel í kvöld og takk fyrir að taka á móti okkur. Já, komið sæl, Brynhildur heiti ég, Arntúrsdóttir og formaður Lauf félags Flóaveikra og ég má bara byrja á því að ég segir ánægju mín að fá að vera hérna með ykkur í kvöld og taka þátt í söfnum með hrossarækt til að styrkja gott málefni. Við hjá félagi Flóaveikra duttum í lukkupottinn þegar hrossaræktin valdi okkur 1 árið til að styrkja og styrkurinn sem við fengum það árið voru 3,2 milljónir og var það bara mikill fengur fyrir okkar litla félag að fá svona myndarlega upphæð. Ég vil líka þakka bara og hrósa hrossaræktinni fyrir það að vera brautryðjendur, því mér finnst þeir vera það. Þeir eru búnir að finna farveg fyrir hrossaræktendur og hestafólk almennt í landinu til að safna fjármunum til góðra málefna í nafni hrossaræktarinnar og hestamanna á Íslandi. Og mér finnst þeir eiga nóg skilið fyrir þetta. Hvað varðar Barnaspítala Hringsins, þá gleður það mér náttúrulega mjög að fá að vera í kvöld og taka þátt í söfnum fyrir þau, því ég og fjölskyldan mín við þekkjum það mikilvæga starf sem framfer innan veggja Barnaspítala Hringsins á eigin raun. Því að dóttir mín hérna, hún Kristín Hrefna, sem stendur hérna við hliðina á mér, hún er búin að glíma við flógaveiki frá því hún var lítill, 2 ára gömul, greinist hún með flókna flógaveiki og hefur oftar en ekki legið inni á Barnaspítala Hringsins og við mæðum saman, oft á tíðum vikum saman þegar erfiðlega hefur gengið. Og meira að segja stundum þegar að lyfin hafi ekki virkað og Kristín hefur eitthvað mikið af flógum og alls ekki hennar besta tími og mikil vanlíðan, þá hefur hún sagt við mig, mamma, ertu til í að viltu fara með mig núna upp á spítalann minn? Það vegna þess að flógaveikin flókin sjúkdómur og ekki oft gott að reikna út og stundum hafa lyfin, eins og ég sagði hann, ekki virkað fyrir hana Kristínu og þá hefur oft verið nóg að fara inn fyrir þröskuldinn á Barnaspítala Hringsins og leið hún komið þar inn þá finnur hún til öryggis og vellíðunar og það oft verður til þess að flóðum fækkar og líður hennar batnar. Og kannski erum við þar í 2-3 vikur og svo förum við bara heim á þess nánast að nokkuð hafi verið gert. Þannig að Barnaspítala Hringsins bara mjög einstakur og einstakt starf og hlýja þar inni. Ég ætla nú ekki að hafa þetta mikið lengra, en ég þarf að láta ykkur vita og minna ykkur á og eftir verðum við að selja happdrættismiða frá mig, 1000 krónur miðinn og hvetjum ykkur til að kaupa hann. Það eru veglegi vinningar sem eru að ég held mest megnis og bara eingöngu fólatollar. Fólatollar sem ég held okkur langi öllum í því þetta undan miklum gæðingum og vilja færa þeim sem gáfu tolla þetta árið hjartanlega þakkir fyrir það og bara öllum þeim sem hafa gefið öll árið. Því að mér skilst að hrossaræktin hafi safnað 30 milljónum til góðra málefna síðan þeir byrjuðu og gera það eins.
Að lokum þá ætla ég bara að þakka fyrir mig og vona bara að takja okkur vel á eftir, mér og Kristínu Rögnu, Brynju, Guðbrandi Stíg og Hrafnhildi þegar við bjóðum ykkur miðanum til sölu. Góða skemmtun og njótið veislunar. Takk fyrir mig. Just a quick recap for our foreign guests. As every year we have selected a charity to collect money for, and over the years that we've had the Stallion Festival, we've collected 30 million kroner with the help of horsemen. And tonight, if you see these people on the floor selling lottery tickets, please partake, because all the money will go to the Children's Hospital of Iceland. Hvað segir þið? Já. Þegar við fórum ég og Maggi og Snorri vorum að spáði hvað ætla að styrkja, þá fórum við að hitta konundar í hringnum. Og við héldum að þetta væri bara svona kvenfélagskonur eins og það gerast út á landi, en okkur bráði yfir þegar það var allar yngri en við. Já, þetta stórkostlegt málefni og við hestamenn kunum að styrkja svona baráttu með gleði og samveru og að sjálfsögum að styrkja þetta peningum og það beinhörðum og það þannig í kvöld að eitt af lokaatriðunum eru tveir gamlir glanskallar sem ætla að keppa í tölti og þeir ætla að keppa pott sem við búum til hér í kvöld sem fyrirtæki og einstaklingar geta styrkt og sá þeirra sem vinnur hann fær að afhenda kvenfélagi hringsins upphæðina og sennilega bæta þeir eitthvað við. Já, þetta okkur hestamönnum kært að styrkja þá sem minna mega sín, eða við erum allir þar, samkvæmt skattakýrslu. Nákvæmlega, og við bíðum eftir að fá næsta atriði í salinn. Það eru tveir stóðhestar og tveir, já, þetta eiginlega 4 stóðhestar. Það nægilega ekki hægt að segja annað en það verður grænta í þessu atriði. Bara frá A til Ö. Alltaf að byrja með bombu, það segði Maggi þegar hann opnaði Franda í gamla dag. Og við vonum að við stemning og við vonum að við skemmtum okkur. En þeir eru að koma inn í húsið Steinar frá Stígshúsi og Kaldi frá Vallholti, Ytra Vallholti. Stíghúsi. Einum vandræði kannski við það, þeir eru svo mikið að metast fyrir utan, þeir hafa það ekkert inn kannski bara. Þetta er auðlenska. Þarna koma þeir og við klöppum í salinn, alveg tróðir. Það er vorleikt í loftinu og við erum bara að horfa á brjóðuna því besta. Meira að segja félagsfælnustu og hrossarræktendur eru mættir hér í kvöld að gleðjast og ég ætla að fá að kynna fyrri hestinn. Það var algjörlega óskipulegt en hann er svona fallega rauðblesóttur og það er Steinar frá Stígshúsi, undan Hrannari frá Flugumýri og Álöf frá Kirkjustöðum. Þetta er bráðefnilegur alliða hestur sem hlaut í fyrra 8,02 fyrir Víkingu og er svo að eflast og styrkjast og er stefnt á að fara með þennan hest í dóm í sumar. Og það er Flósi okkur Ólafsson sem situr hann. En málfarsráðunautur Rásar 2 sagði að þetta væri Stíghúsi. Það er ekkert S í þessu. En með honum svo Mólótti er Kaldi frá Ytra Vallholti. Það er 8. hestur, komið með 8,57 fyrir hæfileika, 9 fyrir tölt og 9 fyrir brott og 8,5 fyrir rest. Með 8,31 í aðalengun undan Gná frá Ytra Vallholti sem er verulega minn ná sig allan fyrir norðan með bara ótrúlega góðu aðkvæmi, létt og skemmtileg. Og hann er undan Apríl og Skeggstöðum. Þessi hestur er búinn að gera það nokkuð gott í keppninni í vetur. Hann byrjaði í fyrra og er allur á uppleið. Og knapp á honum er Ásmundur Ernir Snorrason. Yes, these are the first 2 stallions tonight in the formal setting. The chestnut with the blaze is Steinar from Stíghúsi, a young stallion heading for judgment this spring. You can find all information about him in the book on page 265. And the blue dung stallion in walk in front of us now is Kaldi frá Ytra Vallholti.
on page 158 in the book. This is a judge stallion with 9 for tuft and trot, amongst other things. A total score of 857 for written abilities and 831 overall. Ég held að sé nú oftur hvað þetta er gott hjá honum Kalda að Ásmundur taki sér tími að sýna það hér fyrir framan fólk. Já, og svo blesóttur undan Hrannar frá Flugumýri. Hann byrjar mjög skemmtilega í afkvæmann Hrannar og er mjög spennandi tímbótahestur held ég. Ég er sammálaður þar, Jón. Hlaut náttúrulega fyrstu vel framkvæmi núna fyrir sumar. Og ég hef nú prófað þennan hest, þetta er alveg bráðskemmtilegur hestur. Og þá var hann einfaldur og þægur. Já, ég get nú ofta til það. Og Viktoría Huld, vinkona minn sem er 5 ára, hún er stundum að hreyfa fyrir foreldra sína. Og eftir það okkar, jú, ætli ég kjörveginn ekki prófa líka. Kaldi frá Ytra Vallholti og Steinar frá Stíghúsi. Er það ekki þetta? Það er steinlárum. Og þeir komi í gegn. Og það er komið gammalt Spice-Girls-lag á fóninn. Og þeir eru eftir að dundrast inn í gegn. Þetta er að verða svo sterkar sýningar. Gömlu reðarlýsingar á Blönduósi. Og þetta er nú lokaatriðið til þetta. Nei. Varst það þú og Helgi Björns? Já. Og Geirmundur. Sjáum við hvað hann glæsilega gegn á hann. Og þessu er það. Já, Steinar greið skemmtilega í skeiðið þarna. Það sást að þú prófaði hann hest. Og við spurning hvað við gerum. Hvort það verið liðrétt þessi mistök eða hvað? Eða hvort við förum í næsta atriði. Nei, við veitum okkur næsta. Má ég bæti hvað er gerst að núti? Það er nú ekki gott að þið stökkið mikið meira ljós því að við sjáum nú nógu illa fyrir hér gamla setið. Það verður ekki vísa í neinn blaðsíðutöl núna. Ég ætla að biðja ykkur að lækka í tónlistinni. Við erum stödd í Borgarfirði, Borgarnesi til að vera nákvæm. Árið er 2000. Reynir Pétur er að ganga landið. Það er búið að vera að dæma hross á vorsýningum allan daginn. Einungis á eftir að dæma 1 hross. Flestir gáfust upp, eru farnir heim. Einu sem eftir eru dómararnir, Knapinn, ungur tamningamaður og ræktandinn og svo var einn maður í félagsheimilinu eftir því að það var spann á móti Portugal í fótboltanum. Þessi hrissa var dæmd í rökkrinu og fór fyrir byggingu í 7,78. Lítil en nokkuð fríð hrissa. Engan grunaði einhvers slags afreksross var að byrja sína sögu þar. Hún var síðan sýnd í reiðtól og er það eftir sögu að fótboltaáhugamaðurinn Mikli, sem var að fylgjast með Spán á móti Portugal, kom askvaðandi út úr félagsheimilinu og átti ekki orð yfir horsinu sem var mætt í braut. Dómarar klóruðu sér í hausnum, tamningamaður og ræktandi voru sáttir. Nokkrum vikum seinna mætti þessi hrissa ásamt knapa sínum á landsmóti Reykjavík árið 2000. Þá sló þessi hrissa eftirminnilega í gegn sem einstaklingur og endaði önnur í flokki 4 hrissna. Hlaut 8,66 fyrir hæfileika, en þetta er eins og þau kannski fann að geta til Álfadís frá Selfossi. En Stórhestaveislan 2019 hefur ákveðið að heiðra þessa stórmerkilegu hrissu, Álfadís frá Selfossi, og er hún mætt ásamt sínu yngsta afkvæmi, en það er brún hrissa Álfaból frá Sigri Gegnusólum undan Stála frá Kjarri. Flestir þekkja eitthvað til sögu þessara hrissu,
en við ætlum þó að grípa hér á stóru í hennar stórmerkilega ferli sem enn í gangi. En hún 23 vetra gömul og fylfull við arf frá Brautarholti. Yes, this is Alva Dís from Selfossi herself, a very famous broodmare. She is 23 years old, standing there with her latest offspring. And we are going to honor this mare this year. This is the first time that we honor a mare at the Stallion Festival. We have been honoring stallions throughout. But there are no stallions without their mothers, and she has certainly produced many, many good offspring. And we're going to enjoy some of them here tonight. Já, hér komin, þetta eins og fermingaveisla sem alls þar í dag. Þetta börn og barnabörn komin hérna saman. En það með ólíkindum hversu mikið mark þessi hrissa búin að setja á íslenska hrossarækt, bæði hér og á Norðurlöndunum. Já, hún á 17 afkvæmi, af þeim 12 dæmd. Það með fyrir meðalengun sköpulega upp á 8,26 og hæfileika 8,54 sem gerir aðalengun upp á 8,49. Alva Dís sjálf undan Grýlu, Kolbeinsdóttur frá Stangarholti og Adam frá Meðalfelli. En við örlítið svona... Ég held að þurfa að fara að loka hurðinni, það kemst ekki meira fyrir að fótaburðið inni. Já, ef við myndum fara að draga fram alla hennar anga, þá einhver sprettsöldi sem stór, bara ekki nærðið nógu stór. En þetta svona beint út af henni sjálfri, þessi afkvæmi hér og eru hér náttúrulega líka Úlið og Bergvöld. En Alva Dís eins og hér segir með heiðursverðlaun fyrir afkvæmi og dómsölinn hjá henni eru náttúrulega bara eitthvað það besta. Hálsinn mjúkur, háar herðar. Alva Dís gefur til dæmis frábært töff, rúmt skref og lyftingarmikið, brotkiður úrval. Það bara svo eiginlega sama hvað maður grípur niður þetta, það alls staðar úrval. Yes, here we can see some of Alva Dís's children and grandchildren. One of the most amazing broodmares we have ever seen in Iceland. 12 of her offspring have been judged. And the average score of the 12 is 8.43, no less. Og öll þessi afkvæmi hér í dag eru riðin bara að byrjendum. Alva Dís, of course, has gotten an honorary prize for offspring herself in the year 2011, and she is the mother of honorary prize stallions. Albert, of course, from Selfossi, and the brother Alva Steinn, who was abroad by the time he earned the right for honorary prize, but the quality remains the same. Við sjáum húsbóndan á heimilinu, Berg Jónsson á þeim skjóta sem fetaði hérna fallegri framan áhorfendum, en þetta hann Álgrímur frá Syðri Gegnishólum. Já, síðan það hún Úlið Arnleif sem kemur hérna fyrir framan áhorfendum núna, hún Ljós Álfi frá Syðri Gegnishólum. Og þá þekkja þetta bara. Ljósálfur á sjálfsögðu og loft frá Vatnsnes. Ég held að við náum ekkert að grípa í hverju hvað, við skulum bara rétt renni yfir hossið. En hér eru komin hugmynd frá Ketilsstöðum og Brynja Amle Gísladóttir, barnabarn Alva Steins. Og Sigurður frá Stuðlum og Árni Björn Pálsson sem einnig barnabarn Alva Steins. Og Atlas frá Hjallanesi og Teitur Árnason sem barnabarn Alva Steins, eða sérst Atlas. Síðan Sunna frá Austuráls og Ásta Björnsdóttir, en Sunna dóttir Áls frá Selfossi. Og Gná frá Kílfurni og Hans-Óli Hilmarsson, en Gná dóttir Áls. Vallarsson frá Völlum og Helga Björnsdóttir, Álsdóttir. Herkúles frá Ragnarstöðum, hann sonur Áls og það Jakob Svavar Sigurðsson sem ríður honum. Spurning frá Syðri Gegnishólum og Elín Hólst, en það dóttir Álfinns. Og þá það Fjara frá Horni. Móalóttarissan hérna, það Daniel Jónsson sem nafn á henni og hún dóttir Álfarins. Og ekki nóg með það, jú, að öll þessi dæmd og afkvæmin Alva Dís sem eru alveg frábærir einstaklingar. Þá hafa börn þeirra skila miklu til hrossaræktar, en Alva Steinn til að mynda náði lágleikur til heiðursvöðuna, 9 vetra gamall,
þá ekki lengur á Íslandi, þannig að hann tók ekki við þeim. Álfur frá Selfossi hlaut Sleipnisbikarinn sem veitur hæsta hesti að fyrströðum fyrir heiðursverðlaun á landsmóti 2012, þá 9 vetra gamall. Álfinnur hlaut fyrströðlaun frá afkvæmi á landsmóti 2016, 9 vetra gamall. Hann náði þessum langmörkum 8 vetra, yngstur allra. Álfhildur sigraði 6 vetra flokk á landsmóti 2014, kláraði þess með 10 töff og vilja. Og síðan það Spuni Álfasteins sonur sem allt hefur sigrað og síðast var það Sleipnisbikarinn á landsmóti, Djörgum hlaut Glettubikarinn svo lífóð og svona mætti lengi telja. Já, þetta glæsilegur hópur. Það er óvægt að gefa þeim klapp og þeir verður veikir viðurkenning fyrir því frábæra framlag til íslenskar hrossarræktar. Þess má geta að síðustu 2 landsmótum hefur að jafnaði 25% hrossana verið út af Álfadísi frá Selfossi. Ég held að þau bara loftæðingar á þetta að standa upp fyrir henni Álfadísi frá Selfossi og hennar aðstandendur. Já, sem gefa hann gott klapp. Þetta er glæsilegur hópur. Það er erfitt. Yes, we salute Álfadís from Selfossi. One of the points mentioned earlier was that on the last 2 national shows, there have been 25% of the horses shown at Landsmót that are descendants of Álfadís. Amazing mare, amazing bloodline, amazing results in breeding. And we do appreciate seeing herself with her descendants here tonight. Já, það líka mál svona til gamans getur að því við erum á hrossaræktarveislu að Úlín og Bergur taka alltaf þátt í meistaradeildinni hér sem er sterkasta keppnisdeild sem haldin er á Íslandi. Ég held að komi alltaf á hrossum úr eigin ræktum og það er nú eitthvað sem er draumur allar held ég. Og algjörlega til fyrirmyndar hvernig svo gamla lítur út verði að segja. Ja, þetta væri talið feitt í Húnavatnssýslu. Þetta er vægast sagt stór glæsilegur hópur. Já, og ég held að þetta sé hreinlega eftir minn einn ótrúlegasta hrissa fyrr og síðan. Verður þið ekki að fara að segja það, Jón? Jú, ég held að segja það. Það eru fáar hryssur sem hafa sett svona snemma og ennþá lifandi mark sitt á ræktun íslenska hestsins. En Bergur bannið að kannski að geta þess svona þegar atriði verður að ljúka en ekkert að þessu fór að gerast fyrir hann kom til sögunar. Já, þannig að það verið það. Það er glæsileg hross. Það er ræktandi sem fer síðan og fer ekki. Þetta er glæsilegt. Þar höfum við það. Nú þá er ekki seinna vænna að skella sér í næsta atriði og þar er það yngri kynslóðin. En við ætlum að fá hér 3 unga knappa sem allir áttu frábært keppnisár í ár. En þessi 3 En þetta eru landsmótssigurvegarar yngri flokka 2018. Guðný Dís, Benedikt og Bríett. We welcome onto the track the winners of Landsmót in the younger categories, the winner of the children's class, the teenage class, and the young adults class. Hérna höfum við gáðið samt að hrossaræktinni eru mörg horn og eitt af því er keppnin. Og hér er á dökkuröða hestinum er hún Guðný Dís og Áslo Hóstundi Garðabæ. Guðný Dís sigraði barnaflokk á landsmótinu í sumar á róða frá Margöldahófi með 1,88.
En hún hérna á Ásla-Hofsstöðum, Ásel heima ræktaði frá Hofsstöðum í Garðabæ, ræktandi og eigandi Erla Guðný Gylfadóttir móðir Guðnýjar. Og það er gaman að segja frá því að Guðný fór með ásamt Róða í úrslit fyrir LM í sumar og var hærri með Ás en Róða og valdi hún að fara með Róða og LM og sigruðu þau barnaflokkinn. Já, síðan það hann Benedikt Ólafsson á Biskup frá Ólafshaga. Það er þessi liðfæri hestur, en þeir sigruðu eftirminnilega í úlingaflokki. Og Benedikt og Biskup eru afrakstur heimaræktunar Þóru og Ólafs í Ólafshaga í Mosfellsbæ. Þessir félagar eiga vel saman og samband þeirra einstakt. Biskup er með eindæmum geðgóður og meðfærilegur í allri umgengni og má segja það sama ljúflíkingan Benedikt. Ég held að þetta komment hafi nú komið frá mömmu Benni. En eins og segir Biskup er litfrægur með eindæmum en það vinsælt myndefni á meðal ferðamanna og á hann orðið yfir 1000 myndir á Instagram. Og svo það Bríet og Kolfinnur frá Efri Gegnisólum. En Kolfinnur og Bríet sigruðu Geysi sterkan ungmennaflokk á síðasta landsmóti meðan einhvern veginn 8,843. Kolfinnur er fyrstu veginn stóðustur eins og svo sem allir hérna inni, þetta eru stóðustar allt saman hérna. En hann er undan Andvara frá Ey og Kolfreyr frá Sæfelli. Hann er meðal annars með 9 fyrir Kött, 9 fyrir Brók, 9 fyrir Vilja og Geðslag. Þetta er rúmur og frábær klárastur. Just like we said before, these are the winners of last Landsmót in the younger classes. I'm gonna line up for us to give them a good hand. Skal vi gefa hann gott klapp? And the first one we see, the chestnut one, is Ás frá Hofsstöðum í Garðabæ, ridden by Guðný Dís, who won the children's class. He was riding another horse though at Landsmót, Róði frá Margrétarhóli, a successful competition horse. But she also did try out for Landsmót with this horse and did score higher in the tryouts. So who knows, maybe she could have won the double. The colorful horse in the middle is Biskup frá Ólafshaga, ridden by Benedikt, who won the teenage class. He is a very popular horse for tourists who like to stop by the fence and take pictures of him. And then the black stallion is Kolfinnur frá Efri Gegnisólum, ridden by Bríet Guðmundsdóttir, the winner of the young adults class at Landsmót. A young stallion with nice trot and temperament, a son of Andvari frá Ey. So amazing horses and amazing young riders. Aldrei flott að kaka, þau eru með sigurborðan sem þeir fengu á Landsmótinu. Glæsilega gert. Frábæri kappar, duglegir og metnaðarfullir og uppskera eftir því. Þetta er ekki síðan skipt sem við sjáum þau. Já, þá er það næsta stóðusta par. Það er Straumur frá Hrísum og Kóngur frá Korpu. Maður er að reka augun í áhugaverð nöfn í bókinni. Það var einn annan sem heitir Stoppsjóður. Svo er einn hestur sem er frá Fjörjóni, sem heitir Forleikur. Já, hann er mjög stuttur þessi. Og það er mann frá þau. Já, þetta er Kóngur frá Korpu Og Straumur frá Hríshóli og hinna ungu og bráðefnilegu Ylva Guðrún Svavarsdóttir og Rúna Tómasdóttir. Gefið þeim gott klapp. Og það er Straumur frá Hríshóli 1 sem leiðir hópinn og Ylva Guðrún Svavarsdóttir. Straumur er svona bráðfallegur
Andrea Brún Legsóttur, undan Þið frá Skáley og Emblu frá Hæringsstöðum. Þetta jafnfríður afleiða estur með frábært geðslag, hreinar gangtegundir, góð gangskinn og rými. En hinn hesturinn Kóngur frá Korpus á Brúni sem okkar hann undir. Hann undan Korp frá Ingólfsskóli og Snædísi frá Selfossi. Kóngur ennþá ósýndur. En við sem erum örlítið eldri, við munum vel eftir mömmans þegar Þórður Þorgeirsson sýndi þessa glæsimeri á Hellum minni mér. Það var eftir þetta að vera meiri og eftir þetta að vera sýningar þetta hlautum svakalega tölur. Og mér sýnist þessi hestur vera efni í eitthvað mjög gott. Já, og hann hefur aðeins verið að bregða sér á keppnisvöllinn í vetur og sigraði fjórgang í uppsveitadeildinni, þar með Ragnhildi Hafsdóttir í nafnum og síðan hefur hún aðeins verið að keppa á honum og sigraði hér fjórgangsmót í Spretti í vetur. Þannig að þetta bráðefnilegur keppnishestur. Hulda, og þá það enska liðið, ladies and gentlemen, Hulda Geirsdóttir, the celebrity. Take it away. What the hell? She wakes up in the morning. Hún í útvarpinu frá 5 til 7 og það var engin hestamar heitt í henni. Nei, það engin vopnaður fyrir hér í landinu. Well, the one with the blades is Ströymur frá Hríshóli 1, a son of Pétur frá Skáni and Embla frá Hæringsstöðum. You can find further information on page 270. And the other horse, the black one, is Kóngur frá Korpu, a son of Korpu frá Ingólfsskóli and Snædís frá Selfossi. On page 178 in the book for further information. En á þessum tíma sem ég hef verið hérna með honum Magga og Snorra í þessu stórðustavistu þá er eitt breyst. Auðvitað vatna á þessu nafn. En knapa úrvalið er orðið svo frábært. Þetta er ekki bara sömu jakstarnir sem eru hérna að hjakast hring eftir hring. Þetta er orðið svo miklu fagmenn hérna fyrir annan tverran að það er yndislegt að horfa. Það er líka annað sem er búið að breytast en það er að þú takkir ekki eftir því og þú ert að verða mjög lík fyrir okkur á hliðunum. Ég þó að fara með þá. Ég er algjörlega sammála þessu. Þetta er ekki bara eitt og eitt atriði sem er gott eða hestar sem koma vel fram. Þetta er að verða svona ótrúlega breytt í þessu. Það sem gefa hann ráðlega, þetta er frábæri hlutur. Þetta var skemmtilegt atriði. Ylva Sámastóttir og Rúna Tómastóttir. Og Hulda var bara vinsælist að ígjaða hérna. Hún er Svafars með F-i. Þetta er rosalega erfitt kvöld fyrir mig. Hún er alveg við. Það er ekki hægt að hafa þetta rást fyrir. Veistu, við erum að fara Getur ekki verið að vinna út úr sögu? Þeir eru ekki að líka sögu svona? Nei, þeir eru ekki að velta sér upp úr í að ég er að koma svo meina ábyrningu. Ég veit það eru örugglega margir að pera sig á þessu upp í salnum ekki bara ég. Maður sigrar ekki mótið að flokk, maður vinnur það, en maður sigrar andstæðinga sína. Það er bara því Ég vantar ekki útskiptum þegar útskiptum það. Það er að tengja þetta fyrir. Ég tek skýringateikna á eftir. Ég er sigraður. Við erum ekki bara einfaldir, við erum tvöfaldir. Þið erum frábærir. En það eru tvær skísur í viðbót að mæta í salinn. Já, það er Daniel Jónsson og Ástríður Magnúsdóttir. Það er ekki að spyrja það því. Já, það er Glampi frá Kjarhólum og Daniel Jónsson sem kom í sal ásamt Þið frá henni og Ástríði Magnúsdóttur. Og þessir hestar eru í borginni. Og hér er það Þinur sem kemur í salinn ásamt Ástríði. Velkomin. This is Þinur frá henni, ridden by Ástríður Magnúsdóttir. Og meðinn á að koma hér Glampi frá Kjarhólum. And this is Glampi frá Kjarhólum, ridden by Daniel Jónsson. These are the next two stallions for us to see. Það er greinilegt að Daniel er reyndasti stóðhestabókuknappi allra tíma. Hann passir svo að horfa á í myndinu. Já, hann er að segja svona til. En hann er komið einhvern fram áhundur, Glampi frá Kjarhólum. Þetta er einn af upprennandi sonum Arjóns frá Ístarfróðholti. Og hann á móður sem heitir Gíja frá Árbæ.
sem utan Kansafur og Söðurkróki. Þetta vel byggður og flottur hestur 8.20 fyrir byggingu, 8.47 fyrir hæfileik, 8.36 í aðaleinkunn. Þetta alliða hestur með 9.0 fyrir tölt og 9.0 fyrir hægtölt. Já, og þá var það hesturinn hjá Ástríði. Það hinn bráð efnilegi klárhestur, Þinur frá Enni, undan Ell frá Torfunesi og henni stórmögnuðu Sendingu frá Enni. Þetta klárhestur sem hefur farið í dóm og hefur hlotið hvorki verður minna en 8.48 fyrir byggingu og svo 8.5 fyrir flest í hæfileikum og 9 fyrir stökk. Þessi hestur svona að verða stefna með á keppnisbrautina í framhaldinu. Bráð, flinkur, klárhestur og Ástríður í nafnum. Yes, the black stallion, Þinur, is a son of Eldur frá Torfunesi and Sending frá Enni. This is a judged 4-gated stallion with 9 for canter, 8.5 for tot and trot, total score of 8.11. He started in competitions as well. And the blue Glampi frá Kærhólum, son of Arion frá Eystra Fróðholti, who sadly passed away last summer. And his offspring are coming in to honor him. And the mother is Gia frá Árbæ. This horse already has 9 for tut and slaughter. Total score of 8.36, 847 for written abilities. And you will find both of these stallions in the book. Page 109 and 309. Já, þetta nú alveg þrælgóður hestar. Þessi með 9 fyrir stökk. Undan Sendingu frá Enni, ég nú aðeins að efast Sendingu frá Enni. Þetta er 39. aframöndaninni. Og Daniel þarna, að sé svona glitta í Arion í þessum hesti. Eða hvort það sé bara Daniel. En góður er hann þessi Mólótti. Móse á að geta skeiðað. Hann er með 8 fyrir skeið. Já, við sjáum þá hérna í gegn. Þarna kemur klárhesturinn Þinur frá Enni og við rífum upp hendurnar og klöppum þeim aðeins saman. Þetta er spennilegur kvöldi og bráðrungin Krabi Og þá var það Daniel. Já. og Glampi. Það er ekki að sé glæsilegt maður. Það var gott. Og áfram höldum við. En hér á komið hlutina næst og erum komnir. Það er Klakinn frá Skagafjörð. Ég nefnir hérna Klakinn og Júni frá Brúnum. Jú, hann heitir Klakinn og það hefur farið í gegnum hestanafnanefnd. Það fengið við bara í gott og gilt að hestar heitir bara nöfnum með greini. Eins og fjörbreyfina. Hvernig var þetta ekki stór málfarni í þessari nefnd með hrissu sem heit Mósa? Það var einhver á þínu flæði sem var hana. Aha.
má þess heita Mósson og það má heita Klaki. En það nú ekki áhugaverðast við þetta hross. Við ekki að skoða upplýsingarna betur? Já, hérna svo stórtýr. Það Klakinn frá Skagaströnd. Hann undan Álf frá Selfossi sem að sem við sáum glitta í áðan í sýningunni Rúdolf Berg. En móðir þessa hessi sérstök geðingamóðir. Það Sunna frá Akranesi sem búin að eignast alveg ótrúlega stóran hópa framfærandur og Klakinn líka hættur, hann gekk svolítið verður með Klakan fyrst. Hann meiddist í uppvexti og var ekki alveg hittist svona lengi vel en eitthvað ná styrkt svona undir síðasta ár. Og hlaupinn hérna í síðasta dómi 8,59 fyrir byggingu, 8,37 fyrir hæfileika og 8,46 í aðlengu. Já, og þá frá Brúni, það Júni frá Brúnum, Rannarssonur frá Júni og Birtur frá Brúnum. Þessi var sýndur í fyrra og braut 8,06 fyrir byggingu og 8,70 fyrir hæfileika. Það aldeilis, það 9 kvöld, 9 störn, 9 vilja gæstlegt. Já, það gaman að þessu, þetta aldeilis góður hestur, hann Júni. Og allir náttúrulega alltaf í sumarskapi, það alltaf svona júli, ágúst hjá honum einhvern veginn. Það Einar Gíslason eigandinn af þessum brúna mágur á Sjónselvar svona Hrafnagili. Hann voru eitthvað að monta sig við það og Jón sagði, þetta svona meðalhestur hjá mér. Það vantar ekki skallan þar. The black and white pinto is Klakinn frá Skagaströnd, the son of Álfur frá Selfossi. So we were honoring his grandmother here earlier tonight. The mother is the famous Sunna frá Akranesi. This is a judge stallion with 9-4 trot amongst others, 8-5 for tough, total score of 8.46 on page 163 in the book. And the black stallion written by Atli Guðmundsson. It's Jóhann Ragnarsson riding the pinto. The black one is Júni frá Brúnum, a son of landsmót winner Hrannar frá Flugumýri and Birta frá Brúnum. Also a judged horse with 9 for tough, 9 for canter, 9 for spirit, total score of 8.45 with 8.70 for rating abilities. Það ekki margir sem vita það, en Atli syngur í þessu lagi. Vissirðu það? Ég vissi það. Er þetta ekki dúett sem hann tók með Jens Einarsen? Og við fáum það í gegn þessa tvo. Og ég var svo spenntur yfir því. Jói leiðir Atla, það rökkra og svona, æsing og fjassing og eitthvað. Já. Það lag með herra hnetusmjörn sem heitir Klaka. Vissum við það? Nei. Það ekki vígalegt að fá hann á Klakinn inn á Secret Solstice bara með Háberg hnetusmjörið. Ég veit það ekki maður, því við erum hérna í sandina og viljum vera kort í sandin með girmusti. En þannig Klakinn og Júli. Þorbergsson! Þetta allt svíkskeiðar. Já. Þú sagði að það aldrei komið það? Nei. Það ekki minningun ofta að klinga skeiðar úr sýningum. Ég veit ekki. Það skeiðar aldrei hestur í gegnum reiður þegar ég var ungur. En það var náttúrulega því að það voru ekki til að reiða þetta. Herðu, það næsta atriði og það afgangasýning. Já, við fáum næst í salinn Hercules frá Ragnheiðarstöðum ásamt afkvæmum. The next act is Hercules frá Ragnheiðarstöðum with his offspring. Og hér hann kominn ásamt Jakobi Svavari Sigurðssyni, nýgrýndum meistaranna í meistaradeildinni í hestaíþróttum. Þessi hestur kom einmitt við sögu þar í vetur, gerði það gott. Og svo fylgja afkvæmi. Já, það gaman að því hulda að í dag koma með honum 4 afkvæmi. Þetta eru allt 6 metra hross sem að Hercules bjó til 2 metra gammal. Þau eru 6 metra, hann er 9 metra
og öll voru þessi 4 hross á landsmótinu í sumar. Yes, we see Hercules himself in front, and then following him are 4 offspring, all 6 years old, all conceived when Hercules was only 2 years old, a young colt, and all of the 4 offspring were at Landsmót last year. Já, það voru flott hross, fyrsti árgangurinn. En hérna fyrir framan áhorfendur, næsta áhorfendur hann Ísak frá Þórsabakka og Helga Þóra Björnsdóttir. Ísak stórglæsilegur hestur, hann með 8,79 fyrir. Alveg frábær hestur, stór og mikill, hefur þurft aðeins að hafa fyrir því að komast í. En þetta frábært að lukka á þessum hestarliði. Já, síðan það Eyrún Ýr frá Hásæti, hrissa með 8,32 í aðalleikunum. Það Teitur Árnason sem situr á henni. Þar á eftir það Bylgja frá Seljatungu. Þetta hrissa sem var sýnt í fyrra 5 metra gömul og voru í 8,76 fyrir byggingu, 8,26 í aðalleikunum, klárhrissa með mikið á 8,5. Einstakt arfgerði á þessum byggingarbombum. Já, þetta flott. Og svo það rauðhesta frá Þúfu og það hann Snorri Dan sem á henni. Hún hefur hlotið 8,53 fyrir byggingu og með 8,21 í aðalleikunum. Þetta glæsilega falleg hrissa. And for further information on Hercules, you can look at page 132 in the book, and on the following page, 133, is information about the 4 offspring. Rauðhetta frá Þúfu í Kjós, Ísak frá Þjórsárabakka, Eyrún Ýr frá Hásæti, and Bylgja frá Seljatungu. Já, góður áhorfendur, ég held að þetta sé eftirtektarverður hestur og hefur verið að sýna það með öllum þessum frábæru afkvæmum, ekki eldra en þetta. Sjáum við það vantar ekkert hæfileikann og þó byggingin sé á meðalengur upp á 8,45 meðan sköpulags fyrir 9 sítt afkvæmi. Já, þetta ótrúlegt. En það kannski kemur ekkert á óvart. Hann undan Álfur frá Selfossi sem við töðum á þessum áðan og svo Hendingur frá Úlfstöðum. Frábæri hrissur. Svo þetta náttúrulega í eigu Helga Jóns Harðarssonar og það svona maður, það bara alveg saman hvað hann gerir, það verður allt úr gulli einhvern veginn. Þetta Hending frá Úlfstöðum undan svolítið sérstökum hesti með Jarl frá Búðardal á hann skildi vinnu mínum. Og Jarl frá Búðardal var ekkert svona endilega að sigra heiminn. En það sem undan hann hefur komið og út á hann hefur alveg reynst alveg sérstaklega vel í svona sjó eins og maður segir. Þetta hágengt og rungt keppnisross. Það verður bara spennandi að fylgjast með framhaldinu með þessi afkvæmi og eins og áður segja, Hercules náttúrulega fór að marksanna sig sjálfur. Úrslitum í meistaradeildinni í fjórgang og A-úrslitum í B-flokki í fyrra sumar og það var ekkert að börja því. Þetta var skemmtilegt atriði. Við erum alltaf gaman líka að sjá nokkur afkvæmi sama hest á einum og sama tíma. Þá sérðu eitthvað svona sameiginleg einkenni. Og sjá besta hrossi líka riðar húnvetning. Það er ekki að börja því með Helgu. Já, kjöfum við gott með Helgu. Já, ég ætla að sé verið að reyna að framlega súpuknappa þetta. Það er eitthvað spurning. Herðu, ekki líka gæðin maður. Nei, nú kemur skemmtilegur hestur í braut. Hestur sem að heitlaði mig að minnstakosti mikið á landsmótinu síðasta í Reykjavík. Það var kannski ekki mikið þegar maður er vanur litlu. En þetta enn einn gæðingurinn, getum við sagt svo, alhliða gæðingurinn sem kemur úr ræktum Magnúsar Einarssonar frá Kjarnholtum. Að þið vorum að tala hérna hana Álfadís áðan að hún hefði sett sitt mark á íslenska hrossarækt. Þá held ég að það verður gaman að geta haldið Álfadís undir Magnús. Það kemur djöfull magnað út úr því.
Þetta svona eins og sumir myndir af Messi og Ronaldo á veggnum hjá sér. Ég er með glansmynd af Magnúsi Kjartanssyni. Áritaðan ber á það. En við segjum eins og í sjónvarpinu undan hér aftur náttúrulega mynd. Það er ekki óvanlega að þurfa að bíða þessi sjónvarpsútsendingum þegar hestamót er komið. Ég ætla ekki að lýsa munnsögnuðinu sem upptökustjórinn hefur stundum við eyrað á manni á meðan að vera að bíða. En það er allt önnur saga. Við hljótum að fá næsta hest hratt og vel í brautina. Það er rauðskeggur frá Kjarnholtum sem á að koma. Og Daniel Jónsson sýnir okkur hann. We're waiting for the next stallion. Rauðskeggur frá Kjarnholtum 1. Og ridden by Daniel Jónsson. En það er líka gaman að það, við erum bara ekkert að flýta okkur. Við erum komin í sparigarða með hestamenn, við gerum það sjálfstar, við erum aðeins að opna bauk og spjalla og... Já, svo er rándýrt þetta inn líka. Já, það er bara fyrir fyrirkinn að vera þetta smástund. Nýta hverja einustu krónu. Það var eins og einn vinur minn sem var nýskur þegar við komum í framhaldsskóla. Hann var alltaf á ballinu alveg þangað til að klára þess, því hann borgaði 3.500 krónur fyrir miðan. En rauðskeggur, hann var náttúrulega bróðir sem heitir Kolskeggur sem er búinn að margsigra landsmótin vinna og svo er náttúrulega nýstirni íslenska hrossarræktar Kveikur frá Stangarholti náskyldur honum, mamma Kveiksir er systir þessa hess en þetta er honum Rauðskeggur frá Kjarnholtum og Daniel Jónsson. Og ég ætla að skjóta því inn í að BM Vallá er búinn að setja 200.000 í pottinn og ég held að þetta að klappa fyrir því og klappa fyrir Rauðskegg. En þess eins og áður sagði hesturinn að Kiljan frá Steinleysi og Herur okkur frá Kjarnholtum. Þetta er hestur með 8,68 fyrir byggingu, það var 9,5 fyrir samræmi. Síðan er hann bara með 8,80 fyrir hæfileika, 9 fyrir völl, 9 fyrir skeið, 9 fyrir stöð, 9 fyrir vilja geðsla og 9 fyrir fegurðið eigið. Já, það er að spurtast inn umræðar í einu í aldarinnu. Það er ekki að spurja það. There's information about Rauðskeggur on page 224 in the book. He's a son of Kiljan from Steinleysi and Hera from Kjarnholtum 8. This is a highly judged stallion with 9 per turn, pace, canter, spirit and form on the rider. Total score for ridden ability is 8.80 and the overall score of 8.76. Já, við ég ána að gleyma því að pappans verði húnaskur. Ekki það ég segja hvað tróða því að. Það var svona okkar þessi fjöruðilda búið hestur. Ég var að segja það alveg sögðu. Þetta er svona með... Það er svona hestur sem er gaman að fylgjast með þetta alltaf vaxandi. Það verður alltaf betur og betri. Algjörlega. En það er svo sem heldur enginn byrjandi sem heldur taumana. Nei, það er náttúrulega hinn margreindi yfirburðareiðmaður Daniel Jónsson. En það er eins og í öðrum að hestamennska er samstarf og ég veit það fyrir víst að yfir þjálfara af þessum hesti er Lóa Dagmar Smáradóttir, unnusta Daniels. Já, þú þurfum við gefa það. Það er ekki að spyrja þig. Jöfnveld var ju góður ef við myndum eignast hest frá Kjarnholtum og skýra skegg. Já. En það er ekki skegg frá Kjarnholtum. Þú verður að halda undir þennan hest. Það er eini séns fyrir því að fá skegg. Já. Hvað er þetta? Nei, það loga hérna símanlínuðar. Heldur að Sigurður Bárðarsson hafi ekki verið að gefa í töldinni í 100 krónur. Svo það er komið núna 200.100. Já, og hvað er þetta í? Og hvað er þetta í? Og hvað er þetta í? Verður ekki að fá aftur. Þetta er svona hestur sem við verðum að sjá af. Fáum það aftur og talandi það. Það fá það aftur inn. Það bætir Sigurbjörn 200 krónur við. Nei, hættu nú, er hann fullur?
hann fekk sér sterkt djús í vatni. Appelsínudjús. Við erum að vona að Daníel komi aftur með hann rauða. Bróðir það sem hann Sigrar Rannsson, þessi hestur, ég fullyrði það, hann á líka fyrir að gera það. Já, og svo bara fyrst, annað, þriði, hann algjörlega átti brekkuna fannst mér á landsmótinu í sumar. Jöfnverulega góður. Já, þetta var frábær hestur. Og hann eins og segir, hann verður bara betri með árunum. Já, sjáum við það, kemur þessu fína börti. Örsteinn komin aðeins niður þess að niður. Það sé alltaf á ásettunum hversu góður hestur þetta. Sumur eru með stígandi ásettu, þetta er svona sitjandi ásettu. Þetta er bara alveg ásett. Já. Djöfull þetta góður hestur. Þessi hestur verður í sæðingum fyrir norðan á Dýrfinnastöðum og síðan mun hann heiðra Suðurlandið og þetta framstundur hann með því að hafa samband við Magnús Einarsson eða Lóður Dagmar. Já, það er ekki hægt að hafa í Magnús bara á Facebook, eða? Jú, eða Instagram. Góður á hefðutölti, góður á hraðutölti, góður á... Eða bara hvað vill deila sé góður á? Og rétt að taka það fram að það er tollur undir þennan hest í vinning í happdrættinu góða. Þannig að þið getið átt séns á að vinna bólatoll undir Rauðskegg að þið kaupið happdrættismiða. Rauðskeggur is one of the stallions that you can win a stock fee with if you buy one of our lottery tickets. Þannig að nú erum að gera í hliðinum eftir þegar þið sjáum þennan fara flokk sem ætlar að selja miðana að stökka á það, en það er komið að næsta atriði. Já, en hér erum við að fara að veita hér heiðursviðurkenningu Félags hrossabænda. Og í ár er það Sólveig Stefánsdóttir sem með manni sínum Jóhanni Þorsteinssyni ræktuðu hross sem hafa skilið eftir þessi stórt fótspor í hrossaræktinni. Og það er mér sönn ánægja að heiðra hana Sólveigur. Og þau hafa átt miklu lána að fagna þegar þau eignuðust hana Kröflu og héldu vel utan það. Og við sjáum það að þetta er búið að skila sér ótrúlega vel í allar áttir út af þessari meiri. Next we are honoring the breeding of Solveig Stefánsdóttir. Many of you remember her late husband Johan, also called Jo Vakri, and they're breeding at Miðsitja in Skagafjörður, and the Horse Breeding Association of Iceland is giving her an honorary prize for her contribution to the Icelandic horse breeding world. And these are horses that are descendants of that bloodline. Já, hérna erum við komin inn á gólfið hópur af hrossum út af henni Kröflu og þeirra ræktun. En hún Sólveig Stefánsdóttir sem er aðalpersónan hér í kvöld, hún ólst upp á Þrastastöðum á Höfðaströnd þar sem afi hennar amma bjuggu. Á Þrastastöðum átti hún leiksinn sem hún fekk að sitja á við heyskap og var hennar uppáhaldshestur. Síðan átti hún heima á Hvanneyri, Kirkjubæ, Sauðárkróki og Miðsitju. Öll ævi hennar var lituð hestamennsku, umgengni við hesta og hestamenn. Hún helgaði líf sitt langt skeið uppbyggingu hrossa sinna sem svo víða hafa farið og skilið eftir sér sannkölluð heillaspor í íslenskri ræktun. Eigum við ekki að kynna hrossin? Jú, ég held að vera réttast. Þetta er nú eitt af því fólki, hún Sólveig, kemur að þeirri kynslóð sem voru brautryðjendur fyrir okkur hestamenn. Þetta voru sérvitringarnir sem héldu áfram með hestamennsku þegar aðrir fóru í bíla og annað. Og þeirra vegna hefur hestamennsku á Íslandi stækkað og elst með hverju árinu og er orðin þar sem hún er í dag. Það var vegna svona fólks. Svo er líka eitt við þessu ákvæmut á Kröflu. Það er ákveðin töffar í þeim
Sjáu þið hvernig þau eru svona töff þessi hross. Það er svona neistar af þeim dálítið. En hérna eru þau komin. Það er hann Jökull frá Breiðholti sem er fremstur þarna og Árni Björn Pálsson, hann er sonur Gunnvarar frá Miðsitju. Síðan er það Jóhanna Margrét Snorradóttir á Kára frá Ásbrú undan Sölku frá Miðsitju. Og þá er það hann hérna Mekkin frá Feti og Ólafur Andri Guðmundsson. Og hún er út af kraflarið sem er í Hestasjö. Og síðan það Gefn frá Feti og Bylgja Gunnsdóttir, það er einnig Angi Kraflars. Og hérna fyrir framann áhorfendur á þessum glæsilega töltara. Það er Hulda Gústafsdóttir á Draugnir og Brautarholti. En Askja frá Miðsitju er mamma þessar hest. Og síðan er það Hafalda frá Ásbrú og Gústaf Ásgeir Hinriksson. Hafalda er einnig undan Sölku frá Miðsitju. Þetta eru angar út frá þeirra ræktun, Sólveigar, og þið sjáu þetta eitthvað smá meira. Askja frá Miðsitju, Gunnvör og Samba og svo Kraflar. Þessi hross snerta einmitt margar taugar í mörgum hrossaræktum. Og við fáum þau hér til að safna sér saman og fáum svo hana Sólveigu Stefánsdóttir inn á gólf. Þessa merkiskonu ætlum við að heiðra, hestamenn góðir, fyrir hennar merkilegu störf í þágu hestamennsku. Getur þarna nafnleist inn á. Við skulum standa upp fyrir Sólveigu. Að sjálfsögðu. Það er ekki að sjá saman við sjónu 65 ára. Það er einhvern veginn með þessa hestabakteríu að ef maður smitast, þá losnar maður aldrei við hana. Það eru bara hestar. Já, þetta er glæsilegur hópur. Og af því að Solla mín er þarna á gólfinu, að þá var það eins og þegar að Bergur kom til hennar úliðar, þá fór fyrst að gerast eitthvað í hrossaræktinni. Og það er eins í Miðsitju þegar að ungu drengur kom þar í verknám 1990, þá fyrst fór eitthvað að gerast í hrossaræktinni. Það var semst ég. Átti þar frábæra vetur hjá Jóa og Sollu. Og maður sá þessa næmni og þessa væntumþykju sem að umleiktu alltaf þegar þau voru annars hrossin sín. Og nú held ég hreinlega að við fáum þetta að dansa aðeins hérna um gólfið og hlustum á þetta fallega lag og hugsum hlýtt til þess að brautrið þetta. Yes, we celebrate pioneers in Icelandic horse breeding, Solveig Stefánsdóttir and her late husband, Jóhann. And the horses you see on the track are listed in the show program. You can read through the list there, and these are all descendants of Krafla, the famous broodmare of Miðsitja. And these are offspring of mares like Samba from Miðsitju, Gunnvör from Miðsitju, Askja from Brautarholti, and more. And these are a good example of the breeding and the breeding track of Miðsitja. Svo má kannski segja það að það er engin furða að það sé X-faktor í svona hrossum, að þegar að Krafla sló í gegn 1986 og maður horfir á hana á vídeo í dag, þá gæti hún líka slegið í gegn í dag.
Menna önnur hross eru kannski svolítið svona, það getur ekki sagt svona lumó, en þessi algjörlega ennþá með það. Hérna kemur Hulda og Draupnir. Já, ég legg til að við förum í takt. Þetta síðasta atriði hér. Hulda Gunnarsdóttir á Draupnir og Gunnarsdóttir. Jóhanna Margrét Snorradóttir og Kári. Ólafur Andri og Merki. Bylgja Gauksdóttir og Kjell. Síðan það Gústaf Ásgeir og Amanda Sörgjursdóttir. Ásgeir Hansson og Jóhann. Og Silvía Sigurbjörnsdóttir og Linda Jóhann. Svona gera. Þetta glæsilegt. Já, frábært, þá komið að því að taka hlé. Við ætlum að byrja aftur á slaginu 10. Munið það, þá allir komnir og sestir í sætin sín svo við getum byrjað. Það gott hlé núna alveg til klukkan 10 og endilega notið tækifærið og nýtið ykkur veitingasöluna og munið eftir happdrættismiðunum. We will be taking a break until 10 o'clock. We'll start at 10 o'clock sharp again. And we remind you of the refreshments in the lobby and also the lottery tickets. All proceeds go to the Children's Hospital. Já, það líka potturinn góði, en það einn gjaldmildur maður sem kaus að koma ekki undir nafni og búinn að gefa 200.000 í pottinn og við höldum áfram að safna.
Jæja, gott fólk, konur og kallar, dömur og herrar, velskeggjar, húskeggjar, aðskeggjar og sköldóttir, þá erum við að fara að koma okkur fyrir. Þetta nú allt þannig að það má ekki segja að það móðgast einhvern og örugglega gleymt einhvern, þess að við erum með hálfkontum til þess. Já, þeir sem kjósa að punktin, já. Nei, bara allir hestamenn hægri og hægri. Nú skulum við koma okkur fyrir í sætum. Fyrsta atriðið að detta inn á. Þeir eru að verða fullheitir hérna fyrir utan. Það eru tveir frábærir klárhestar frá Strandarhöfði í Landeyjum og heiðursjúin Ásmundur Ernir Snorrason og Stella Sólveig Pálmadóttir. Og þau eru mætt í brautina. We have the first two horses on the track. We are starting again after a wonderful break where we meet up with friends. And you see in the program, these are the stallions Stökkvi and Frægur, both from Strandarhöfði, ridden by Stella Sólveig Pálmadóttir and Ásmundur Ernir Snorrason. Og ef það ekkert að sem Ásmundi líður vel, þá það í sprettsöndin. Ég ekki hvað hann hafi gift síðan. Og skipt barnið sitt. Og reyðið úrslit, hægri vinstri. Og ef að konur sem verður betri í kvöld, þá skilur hann þeirra líka hérna. En þeir eins og segir Ásmundur Ernir og Stella Sólveig, Stökkvi og Frægur. Það er þá gaman að sjá í okkur hvað þeir eru ástfangin á hvort öðru, þessi tvö. Það er bara neistar. Og þetta er ætt, þetta er parafimmi. Góðan daginn. Jú, eins og löggir áhverjandur sjá að þá er það Stella Sólveig sem er orðin fræg frá Strandarhöfði, sá rauði. Og þessi hestur hefur getið sér virkilega góðs orðs í keppni, verið með þeirra bestu undanfari misseri, klárhestur með 9 köll, skökk, fegurði reið, hægt skökk og svona mætti leikin telja. Undan Nokka frá Fellskoti og gæðingamóðurinni Framtíð frá Átnagerði. Og svo er það Stökkvi, það er Sólveig Brúni, hann er undan Hróðfrá Refstöðum og hann er Dimmu frá Strandarhöfði. Þetta er glæsi hestur eins og sjáið og þetta er klárhestur með 8,5 fyrir köll og 9 fyrir blokk, 9 fyrir stökk, 9 fyrir fegurði reið og 9 fyrir hægt stökk og 9,5 fyrir hægt stökk. Yes, both of these stallions come from the farm Strandarhöfði. The chestnut one is Frægur from Strandarhöfði. You can find information about him on page 101. And he's a son of Nokki from Fellskoti, the famous class champion, and Framtíð from Átnagerði. Frægur has a judgment of 8.13, including 9 for turn, 9 for canter, and 9 for form of the rider. And he is ridden by Stella Sólveig. And then the black one is Stökkvi. He's a son of Hróðfrá frá Refstöðum and Dimma from Strandarhöfði. This is also a young stallion with 9 for trot, canter, form of the rider, and slaughter. And 9.5 for slow canter. And he's ridden by Ásmundur Ernir Snorrason, and further information on this stallion can be found on page 76 in the book. Já, hvað finnst okkur þetta? Erum við ekki bara sátt með þetta? Og þessir hestar eru báðir CA. CA, en þeir sem vita það ekki, þá er þetta svona cirka. Mér sýnist þeir bara að vera orðir alveg mainstream, sko. Já, það er kannski þannig, sko. Þetta eru glæsilegir hestar. Both of
these horses have been in competitions with good results, especially Bræður, who's been competing quite a lot. We've seen him, for example, more than once in Meistaradeild this winter. Both four-gated stallions with the CAG combination. Já, þetta glæsileg röss. Eitt sem svona að vera að hugsa þegar maður sér hestamenn. Hvað margir hestamenn á sér alltaf í fallega konur. Og þeir eru ekkert sérstakir sjálfur. Já, ég ætla nú að mótmæla hér í þessu tilfelli á sér og verulega hugulegur. Já, var ekki að tala þau, Jón? Nei, bara svona almennt, var kannski eitthvað í sig sjálfan. Já, svo má maður ekki gleyma því að menn hafa persónuleika og hann skiptir máli. Guðmund, Álfur, hvað ert þú? Það einhvern að segja þér þetta, Hjörvar. Það útlitið! Hvernig lítið maður? Glæsilegt. Þetta bara eitthvað svo geggjað. Og það þetta á CA gangi í gegn, það ekki Hjörvar? Og þeir eru þá með næri ykkur sponsor að þau geta ekki skeiðar. Þannig að það þarf ekki að stála í því. En það frábæri hvarvesta. Jæja, ef ekki aðeins að vera hrist upp í þessu hérna. Hvernig var að klappa svo í takt? Jú, hristum upp í þessu og það fasteignasalan Horn sem var að henda 100 kvarti í pottinn. Já! Og hann myndi svo framgengið svo rauði að það tökt. Og það það flottar. Stella Torre and celebrity from Beach and ladies and gentlemen. Hjörvar, þú kannski endurtekur þetta með nýjasta styrkin og við minnum á það að það enn alltaf bæti í pottinn sem að þeir kapar alltaf keppum hérna eftir, Geiri og Hafliði. Þannig ef einhver hér í salnum með slatta vöður í vasanum, þá tökum við honum brosandi, allt til styrktar góðu málefni. En þú varst að segja... Hvernig spyrðu þetta? Þetta eru hestamenn, auðvitað með fulla vasa af pening. Ég veit. Það var fasteignasalan Torg sem var að setja í sjóðheitan pottinn hjá okkur 100.000 krónur. Hefur ekki að klappa fyrir því? Og þar með þetta komið upp í 500.000. Og 200 kall. Og 250 krónur. Já. En áfram hlutum við og næst er að koma hér fræknir garpar. Það eru Þröstur frá Ármóti og Sigursteinn Sumarlaugason og Stjörnufákur frá Bjarkarhöfða og Daniel Jónsson. Já, þarna kemur hann Stjörnufákur frá Bjarkarhöfða. En hann undan fyrstu verðinarhissunni Snorkur frá Kjarnholtum. Bróðir Snorku stóðist Hlynur frá Kjarnholtum en Hlynurinn var meðal annars heimsmeistari í fimmgang og samanlega fimmgangsgreinum á sínum tíma. Faðir Stjörnufáks Kolfinnur frá Sólheimatungu sem var þekktur net heima eftir að vídeómynd birtist af honum og hans óvenju háa og mikla fótaburði. Stjörnufákur fór strax í góðu fyrstu verður 4 vetra gamall, þá taminn og sýndur af Benedikti Kristjánsinni og hefur nú verið sýndur aftur og fór í 8,29 fyrir að hæfileika. Í vetur svo Stjörnufákur hjá Daniel Jónssoni í læri og stefna þeirra á að fara í gól. Já, og svo bleiki, það er Þröstur frá Ármóti. Þetta er síndurfóli með flotta byggingar einhvern, 9 fyrir háls og 8,48 fyrir byggingu og 8,49 fyrir hæfileika, 8,5 fyrir dött, 8,5 fyrir skeið og 9 stökk og 9 fyrir rauð. Þetta er glæsifóli sem er í eigu Hafliða Halldórssona og það er Sigursteinn Sumarlaugason yfirþjálfari af þeim bænum sem er að sýna okkur hann.
Yes, the stallions on the floor right now are the done one is Stjörnufolkur from Bjarkarhöfða. He is a son of the first prize mare Snorka from Kjarnholtum 1, and his father is Kolfinnur from Sólheimatungu. He is ridden by Sigursteinn Sumarleifsson. The bay stallion is Þröstur from Ármóti, which you can find on page 320 in the book, written by Daniel Jónsson, son of Arthur from Brautarholti and Simon from Karlhóli. This is a judged stallion with 9 for canter and 4 on the rider, total score of 8.49 and same score for racing abilities. Já, þetta eru liprir fólar, báðir tveir. Gaman að sjá að Hafliði byrjar að hita upp, hann er hérna að fara yfir prógrammið á hliðarlínunni, hvað hann ætlar að fara á hægtöld og svona. Hann alveg fylgir þarna eftir. Ja, hann sagði að það þyrfti ekkert að lesa mikið um þennan bleika, hann myndi auglýsa sig sjálfur. Og hann sagði að það væri algjörlega Maggi spurði, er það alveg sagt Hafliði? Já, 10 fingur upp til Guðs. Stjörnufolkur, the done one, was judged as a 5-year-old, where he got for conformation 8.17 and for ridden abilities 8.29. And he is ridden now by Daniel Jónsson, who is training him this year. Já, og það var að detta inn byggingarfélagið Skuggi, Ladies and Gentlemen Industrial Company Shadow, 200.000 í pottinn. Takk fyrir það, Knapar og Skuggi. Og Skuggi. Það er glæsilegt. Já. Já, komið að 13. atriðinu í kvöld og það er ræktunarbú ársins. Það er nóg að gera hjá þeirri fjölskyldu hér í kvöld. Búin að koma með heiðurshrísuna Álfadísi frá Selfossi og glæsilegan hóp afkomenda hennar. En nú fáum við hóp frá ræktunarbú ársins sem eru Sigri Gegnishólar. Og það koma í salinn nokkur hross sem við sjáum hér í skránni. The next act on the program is the breeding farm of the year, which is the breeding from Sigri Gegnishólar and Ketilsstaðir. And we've already seen a group from them earlier tonight when we were honoring Álfadís and her descendants. And here we have a nice group from the breeding farm of the year. Let's welcome them. Já, verið velkomin í salinn, Sigri Gegnishólar, og það er ekki að verða endanum að byrja á því að sjá frama frá Ketilsstöðum og vinnukonuna Elínu Holst. Þessi hestur og knapi hafa nánast bara gert allt sem hægt er. Íslandsmeistari í fjórgang og slagtumatöldi og sigruðu B-flokk á landsmóti nú í sumar. Hestur meðan 80 fyrir hæfileika ef ég man rétt. Svo núna meðfram áhörðandum er bóndinn á bænum Bergur Jónsson á Glampa á Ketilsstöðum. Glamp er orðið svo ámenntaður að Berg og Júlíu Borgað að þessi hestur fer út á morgnana sjálfur að þjálfa sig. Síðan er það Úli Nafle á alliðahestinum sínum, Álfarinn frá Sigri Gegnishólum. Gerðu það feiknarlega gott í fimmgang og gæðingarliði nú í vetur í meistaradeildinni. Og svo núna brúni hesturinn sem fer hérna fram á, það er hann Boði frá Ketilsstöðum og það er hún Brynja Amble Gísladóttir sem er knapp á honum.
Já, síðan það Bylgja frá Ketilsstöðum, þarna aftast að koma í áðarvendum og Sara Lundberg, vinnukona í Syðri Gegnisólum. Já, það alveg óhætt að klappa. Ég get alveg sagt ykkur það. Þið eruð ófeimin við að klappa. Þetta flottur hópur. Glæsilegir knallar og hestar. En þó að þau hafa hitt á það núna og verið ræktunum búið ársins, þá voru þau svo sem ekki. Jú, þau voru svo sem 2010, 2012, 2015, 2016, 2018, keppnisestarkur 2015, 2016 og 2018. Þannig að ég veit raun ekki hvað að gera mikið betur. They have won the title of Breeding Farm of the Year in the years 2010, 2012, 2015, 16 and 18. And they've also received the prize of the Breeding Farm who breeds the best competition horses in 2015, 16 and 18. I think they deserve a good hand. Ég held að sé alveg ástæða til að klappa fyrir þessum hópi. Já, það var svo sannarlega margt að ganga upp þegar maður að stjórna stóru hrossræktarbúi. Þetta ekki bara að koma fram og sýna sig í sparifötum. Þetta bæði þetta vera lúkin að láta þetta ganga fjárhagslega og vera duglegur og sinna þessu og þjálfa og halda utan þetta. Og það gera þau svo sannarlega með elju og dugnaði. Þau að byggja sér upp alveg stórglæsilega aðstöðu á Syðri Gegnisólum, þar sem að allt til alls alveg tipp-topp. Og ég held að við flest gætum litað þessu fyrirmyndir hvað sem við viljum stefna. Og þetta gert að dugnaði. Já, sjáum við flottan. Glæsilegt. Alltaf svo undirbúið, tilbúið. Ekki bara aðeins að verða stemning hérna? Hlýtur það. Hvað viljið þið vera? Já, klöppum í takt við tónlistina, höfum gaman, hillum okkur hóp. Sjáum við rauða eftir nákvæm. Hann verður að ríða í rítum síðan. Glæsilegur hópur. En þau eru búin að rækta þessi frá saman, Úlfur og Bergur. Það var einhver sem sagði við hann verið sitt og ekki frekast spatt saman. Glæsilegur hópur. En Bergur kom það hóndi á Úlfur og reyna. Það Brynja, Alli og Óli að vera að gera gott í keppni í vetur. Og Sara Lundberg og Bylgja frá Ketilsstöðum.
og Elín Holst og Frami. Takk kærlega fyrir komuna. Til hamingju. Nú okkur að benda það að einhverju væri að reyna að hringja inn og setja í pottinn hjá okkur en vissi ekki hvert þetta að hringja. Það eina vitið að Herjólfur Magnúsi Benediktssoni 893-3600 og það var að koma nafnlaus innsending á 200.000. Eigum við ekki að klappa fyrir þessu? Sjára, það hálfa mínúta. Þú ætlar að heyra Magnúsi Benediktssoni. Benedikt? Nei, hann Guðmundsson. Það Magnús þú ekki að flækja fyrir þessu. Jónni sagði mér að pöngast í þér, ég ætla ekki að nefna þetta. Ég þoli það alveg. Það þetta atriði. Áfram með. Og það eru tveir afleiða hestar. Hérna við fram á málverðundur hann Bósi frá Húsavík. Ræktaður af Vigni Sigurólafssyni, dýralækni á þeim bæ. Það var tilviljun að þessi hestur var gráður á sín tíma. Hann þótti ekki hvað það var dýrt að gelda. Ákvað bara hafa gráðan. En þetta einn af örfáum sem nefnilega frá Skerjafjörðu og henni Dúsu frá Húsavík. Frábærlega góður vinur hans ræktur. En þetta held ég hæstæmdi vindótti hesturinn á Íslandi núna. En hann hefur vunnið 8,43 fyrir byggingu, 8,61 fyrir hæfileika, 8,54 í almenningu og þar af 9,5 fyrir trúleika og 9,5 fyrir skeið. Þar höfum við það. Hinn hesturinn ekki að síður endanum, Þórhall frá Lækjarbotnum, Sæ frá Bakkakoti og Hraundísi frá Lækjarbotnum. Þetta hestur með 8,68 fyrir hæfileika, það 9 fyrir brott, vilja á geðstak og fegur í reið. Mikill rýmis hestur og gangi, sýndur núna á Jóhanni Ragnari Kristinssyni. Og ég sagði eitthvað vitlaust í nafninu þínu, Jói, það var að hafa það. Þetta Jói Böru og þið sjáu það. Yes, these are the next two stallions we are enjoying. The silver saddle one is Bósi frá Húsavík, son of Glimur frá Innri Skeljabrekku, and Dúsa frá Húsavík. And this is the highest judged silver saddle stallion we have in Iceland at the moment. You can find information on him on page 58 in the book. This is a judged stallion with the 9.5 for pace and 9 for spirit. And the black stallion is Kóran frá Lækjarbotnum, written by Jóhann Kristinn Ragnarsson. It's a son of Sæ frá Bakkakoti and Hraundís frá Lækjarbotnum. Also a judged stallion with 9 for chalk, temperament and performance of rider, as well as 9 for slaughter. 868 for written abilities and 850 total score. The silver saddle one is written by Telma Tómasdóttir, and his total score is 854 with 861 for written abilities. Já, það gaman að þessu. Ég var nú mjög hrifinn af Bósa þegar við sýndur á landsmótinu síðast. Þetta eru Húsvíkingar, Bósi og Telmadag. Það er þetta gaman að því. Já. Nú ætlaði ég að segja eitthvað, en ég þorði ekki. Maður er alltaf að móðbyrgur. Það er ágætt að vita til þess að sé ykkur vendin sem stoppa. Já. Það var alltaf saklust. Það var það bara. En hvað segir þið þá? Eigum við ekki að sjá það að rúla sér í gegn? Ég er nú rættur að það. Nei, það er ekkert að skeiða þessi. Ættum að geta fengið að sjá skeiðspretti ef allt gengur upp. Það verður nú gaman að fá þá hér á fljúgandi ferð í gegn. Hopefully we'll see some pace coming through. Both of these horses with good judgment for pace. Og nú koma þetta eru hestar sem þeir eru ekkert með neitt CNA þessir sko. Þeir eru bara með SKEIF.
Annar með 9,5 og hinn með 8,5. Þarna kemur Koll. Það var að detta inn 100.000 krónur frá Lindabakari. Já. Og þá það Bósi. Það kemur hann. Já. Það er byrjaði. Bráðendur takkur Sauðarsson og Litur og góður hestur. Hann Bósi Ljósar. Bósi var komin út úr dúsu og komin út af Baldur frá Bakka. Það klikkar aldrei. Sniður þessi dúsa, það svolítið búið að koma undan hérna. Já. En eigum ekki að klappa einu sinni fyrir Lindabakari og hundaháskandunum. Þetta er alveg mæstast inn. Þetta er allt í konceptina. Þetta koma það fyrir Konrad og Bósi. Báðum eina góða bunu í gegn. Þá er þetta komið upp í 800.000 hundaheilóttir. Konurnar í kringum Vigni Sigurðarssona eru að verða brjálaðar. Já, við vorum að fá ábendingum það, en ekki bara hæstandi vindótti hesturinn á Íslandi, heldur hæstandi vindótti hestur í heimi. Já. Þá kemur Kóri. Já. Og þá var það vindur. Koma svo! Já! Þetta líkur við það. Hörður og Valdur. Heldur betur. Mátt hægt að klappa ykkur. Já, það er að gera verið stoltur á sínum. Til þess er maður í þessum brasi og maður er alltaf káttur að það gengur vel hjá fólki með hestana sína. Það er markmið með þessu öllu saman. Mikið rétt, Hulda, og næsta atriði ætlum að heiðra knapa ársins. Það er hvorki meira minna en Árni Björn Pálsson. Árna Björn þarf vart að kynna, okkur flestum kunnur, einn okkar albesti þjálfari og sýnandi í dag, og þarna er hann mættur á gæðingsrissunni Köllu frá Hemlu. Ég ætlum að klappa þau í salinn. We welcome to the track, the rider of the year in Iceland, Árni Björn Pálsson, riding Kalla frá Hemlu. Nú, ég veit að Árni finnst ekkert sérstakt að láta mikið þar sjálfa sig, en ég ætla rétt að svona segja frá því stærsta á árinu 2018, en þar sigraði hann meistaradeildina í hestaíþróttum í 4. skiptið, var Íslandsmeistari í fjórgangi á flaug frá Sólvangi, sigraði 150 metra skeið á landsmóti, sigraði töll á landsmóti á Ljúfú-Torfunesi og var það í 3. skiptið í röð á 2 hestum. Var valinn kynbótaknappi ársins 2018 einnig með 93 sýningar, margar hverjar frábærar, og þar á meðal á Köllu Skísdóttir frá Hemlu sem sigraði 6 vetra flokk á landsmóti 2018 og fór í hæsta dóm sem 6 vetra rissa hefur farið í á sama ári, eða 8,72. En nú látum við bara tónlistina líða. Árni Björn Pálsson, gjörið svo vel.
glæsirissunni, Kötlu frá Hemlu. Já, það er þetta klapp í takk fyrir þetta. Hún tólar þessi glæsirissa. Þetta er ævintýralega fallegt. Svo er Árni Björnsson séður fylgismaður að Jakob var búinn að vinna hann svo oft á skíðaskálarbrauti þannig að Árni Björnsson fekk var besta aðferð á skíðaskálarbrauti. Það ætlar að vinna Jakob. Takk fyrir þetta, Árni. Glæsilega gert. Árni Björnsson Pálsson. Ég er með 3 nýja styrkistrákar. Já. Já, það fyrir hver að vera síðustur til að bæta í túkið því að það styttist í þetta risa einvígi okkar hér á eftir. En Útfararstofa Íslands hefur sett 50.000 kall í pottinn, gefum þeim gott klapp. Og fría kisturækningum. Já, það er einu valið. Svo höfum við fengið annan nafnlausan 50.000 króna styrk og svo voru það þeir Jakob Björnsson og Steinar Sigurðsson sem ætluðu að reyna að liðka fyrir inngöngu sinni í reiðmanninn og gleðja konuna sínar með því að henda 50.000 kall í pottinn. Takk fyrir það, strákar! Það er ekki að spyrja þig þegar hestamenn koma saman. Þarna eru þeir félagarnir! Klöppum fyrir þig! Hvernig getur maður glatt konuna sínar að eyða peningum við mannaðan þær? Þetta er Já, það kom ekki fram hvaða reiðmannsprógram þetta væri, segir það. Já, það er núnskilji, ok. Heyrðu, hvað erum við í þessu lag? Það er atriði númer 16. Jársæk. Það eru stór orð. Alltaf batnar það. Það eru stór orð í dagskránni. Það er landsmóts sigurvegari. Kappleiður, mjúkur, heilréttur og svo er hann með hest með sér. Já, ef að hesturinn er góður, þá skulum við taka eftir hvað hægri öxlinn sígur aðeins niður. En hér á við komum brautin á, eins og við sjáum í dagskránni, engin annar en Adrian frá Garðsholti á Félagborg. En þetta er einn af þessum ungu stórstjörnum. Og meðan við bíðum þá bara, nei, hann er kominn, Adrian frá Garðsholti og Daniel Jónsson. Þetta er kattmjúkur, frábær reiðhestur og flottur daghestur og landsmótssigurvegari. En hann undan ágangi frá Narfastöðum og hann er Eldingur á Lambanesi sem er fyrir ræktun frá Agnar og Birnu sem hafa ræktað ótrúlega góður hrossur og ótrúlega lítilli ræktun frá að hafa komið á þeim. Já, það er alltaf að það fór bara ekki aðeins frá þeim. En þessi hestur hlaut í einhvern 8,63 fyrir byggingu, 9 fyrir háls, 9 fyrir bak, 9 fyrir samræmi og 9 fyrir hófa. Og svo hlaut hann 8,63 fyrir hæfileikur, 8,63 í aðalleikur, 9,5 fyrir töll og 9 fyrir vilja og 9 fyrir fjögur reið. The stallion on the track right now is Adrian from Garðsholti á Félagborg, son of Hágangur from Narfastöðum and Eldingur á Lambanesi. A highly judged stallion and the winner of his class at Landsmót last summer. He's received in a judgment 9.5 for Tull, 9 for Spirit and 9 for Goal on the Rider. Total of written abilities of 863 and the total score of 8.63 as well. And you'll find all you need to know about him on page 16 in the book. Þessi hestur verður í sæðingumótinu fyrir stundu Skagafirði í sumar. Og sjá þeikstöður víðarinn. Sá sem svarar fyrir pakkan er aðal spaðinn á í eigendafélaginu. Það er Sigurður Ágústsson sjálfur, stórmót á Geitaskarði. En við látum hann bara njóta sín núna.
er hægt að hafa það betra. Daniel Jónsson, Adrian og Freddie Mercury. Hvað segir þetta? Ef það er lagt til að klappa við, þá er það þetta lag. En það ekki, hvað segir þið? Hann er með 8 fyrir skeiðin. Mjúkur er hann. Já. Og hvað gera þeir? Ef að klappa á vinn, erum við í stuði við það? Já. Erum við ekki eitthvað að hitta, ekki eitthvað páskaum og... Daniel Jónsson og Adrian. Þetta er ágætis rými. Já, ég held að þú þurftir skíðagler á þennan. Ég veit ekki. Þetta er svaka hestur. Ég er hrifinn af þessu hesti. Mjög. Mjúkur og flott og rétt einfalt. Þannig kemur hann aftur. Ég vissi að sjá hann er mjúkur og einfaldur og æðislegur hestur. Þetta er svona einn af þessum hestum þó að Daniel sé með bestu knöppum landsins og er á hann að nota hvað þessi hestur sé líka góður á það hverju sem er. Já! Þetta er flott. Þetta er glæsileg. Það er dýringur hestur og það er að gullsjóða í fólkinu. Við erum komin í 1.100.000. Það er einhvers að vinna í fjölkefninu. Sjáðu brakkið. Já. Eitthvað segir mér að við ætlum að sjá þennan aftur á landsmóti. Já. Og ég held að sé bara allt í lagi. Svakaleg forréttindi að fá að sjá svona mikið af góðum hestum. Sammála? Já, sérstaklega fyrir okkur að því við þurfum ekki að fá blind. Nákvæmlega. Kemur hann á fallega hægustöldi og gefur í. Já! Glæsileg. Algjörlega glæsileg. Takk fyrir þetta. Já, það er enn tækifæri til að bæta í pottinn ef þið viljið komið skilaboðum til okkar hér upp í gula stúkunni eða sendið línu á Maggaben eða ringið í hann 890-3600. Það er yfirleitt alltaf að tala í en ég veit hann svara núna. Ef einhverjum er með pening í vasanum, þá svarar hann. Þannig endilega, við höfum eitt atriði fram að töfn inni í aldarinnar, það er ennþá séns að bæta í. Er fólk ekki spennt fyrir tölt inn í aldarinnar? Þetta verður mjög spennandi. Hafliði Halldórsson og Ásgeir Herbertsson. Það eru veldurinn okkar í kvenfélaginu Kitty í hnjánum. Þetta voru nú aldeilis.
glansknaparnir. Þetta bara eins og að fá að sjá bara Njál og Bergþórskóli og Skarphéðinn aftur. Já, sérstaklega fyrir fólk eins og mig sem var bara ekki fermdu þegar þessi menn voru eitthvað sem besta. Ég get alveg sagt þér eins og að mamma þín mann eftir þig. Já. Það ekki að spyrja þeim að skoði, þeir hefðu aldrei svona sjó. Þeir fengu aldrei að taka svona rembingssjó. Nei, en þetta var eitthvað lífið þeirra. Það var dæmtinn 100 skall. Trausti fasteignasala gerði eitt gott glann og bætir í búkið. Svakalega þykir vænt trausta fasteignasölu. Þá er þetta komið upp í 1,2. Þetta er algjörlega frábært málefni Barnaspítali Hringsins. Ég hef persónulega reynslu af þeim spítala. Framúrskarandi þjónusta. En það er næsta atriði og það er hvorki meira og né minna en Jakob Svavar Sigurðsson, nýkrýndur meistari meistaradeildarinnar á hestinum Olsen frá Hofi. Þessi tveir kunna dilla sér. Ef ekki bara leifa með eigasalinn. Gjörðu svo vel, hér er leiklandi Jakob, þú má með eigasalinn. This, of course, is the famous concept from Hofi. A song of Ólafur fyrstu en Kvittunen kantarna frá Hofi, owned by Franz Gottschalk, and written by Jakob Svavar Sigurðsson as before. This stallion has gotten 10, 1-0, 10 for good in judgment, 9.5 for spirit and for the rider, and 9 for slow cut. Total score for written ability is 8.88. Total score overall 8.72. Já, það við bara stofnum á hennu Hjörvar, en auðvitað er þessi hestur við þekkjum að höfðu. Hann munar eftir þessum hestum landsmótinu því 10,0 fyrir törn. Fjagra vetran. Og svo er það með 9,5 núna fyrir Viljón Gesta og 9,5 fyrir Fjögur Regin. 9,5 fyrir höfuð. Þetta er glæsilegur hestur, ræktaður af Elínu Svæður og Jóni Gíslasinni á Hofi, en eigandi Hulda, vilt þú gjöra svona bera fram það nafn sem eigandinn er? Franz Gottschalk. Já, alltaf að segja. It's difficult to pronounce for us Icelanders, but I hope I did it correctly, Franz. Thank you. Aðeins tunnskakkur hjá honum, eða var það Stefangur eða? Já, þeir eru flíkir, voru í öðru sæti í gæðingarfimmi í meistaradeildinni nú í vetur. Það var farið hátt yfir 8 í kvöldi. Sjáum þetta er flott. Ég er ekkert viss um að þetta sé svona einfaldasti hestur í heimi, en flottur er hann á frábærlega riðin hjá Jakobi. Það er fjör og vilji. Sjáum við hvernig hestur er léttstíkur. Hann er einstakur. Þarna tók Jakob í nefið. Erum við ekki að fíla þetta? Er þetta ekki geggjað? Algjör að sjá. Það er að sjá hestinn 10 í aksjón. Þetta er oft eitthvað sem maður er í villi. Nei, og Bjarni er það sem stendur undir því. Það er nákvæmlega að sjá þetta. Já, rétt að minna á það er kollur undir þennan hest í hattræktinu okkar í ár, gleymið því ekki. Just another reminder, you can also win a stud fee with concept if you buy one of our lottery tickets. Og það verður hægt að kaupa miða hér útsýninguna og jafnvel á eftir. Missið ekki af því.
feti upp í högtöld. Já. Það er gaman að horfa á hest. Ég held einhvern veginn að við þurfum Jón að fólk okkur í það að væta hérna á meðalhesti á næsta ári bara til að fólk átti sig á gæðunum í þessum hestum sem við erum að horfa á hérna. Já, þú nánar með þá. Ég get alveg örugglega gert það. Við getum verið halvpass og þú getur verið alveg pass og... Hvað segir þið á þetta? Hvað finnst ykkur þetta? Láttu nú heyra í ykkur. Olsen frá Hóði. Olssonin. Það er einhvern tímann verið talað fas og fótavörður. Ég held að þessi sé með fas og fótavörður kom 11. Put your hands up in the air, put your hands up Já, in the þetta air, er eins og put your maður hands up segir. in the air, put your hands up 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 in the air. Þetta er að færa á seinni hluta hjá okkur. Við vonandi höfum stöðvíkun áram, lón fram á lón. Glæsilega ekki svona. Er ekki flegi eins og eftir? Jó. Nei, glæsilega. Jakob Svavar Sigurðsson og Olsen frá Hóði. Takk fyrir komuna. Glæsilega. Jæja, drengir, þið ætlum að fara að færa ykkur niður á gólf því að við ætlum að fara að bjóða hér upp. Já, nú er komið að því maður. Það síðasti séns að bæti búkið, einhver þarna úti, Maggi er að koma að inn, hann þarf að fara að fylla út ávísununa. Já, nú fara hlutir að gerast þar. Já, við ætlum að leyfa þeim félögum að trilla hérna niður og hitta þar fyrir Magnús Benediktsson og Sigurbjörn Bárðarsson. Þetta er allt í traustum höndum. Nú kemur að því maður. Loksins fæ ég að sjá hetjurnar mínar. Ásgeir Svan Herbertsson og Hafliða Halldórsson. Hvor ættir þú að taka þetta? Hafliði. Það er ennþá hægt að kalla í Magga þetta inn á gólfi. Við vorum að tína hérna inn, áðan fengum við Lindabakari og svo var það Trausti fasteignasala og fleiri. Við erum búin að telja þetta upp hérna jafnt og þétt í kvöld. Hjörvar, þú varst með bókaldið á hreinu. Hvað erum við komin í tölu? Það var kannski ekkert sérstætt að hafa mig í því sko. Talnablindur og lesblindur og leshægur og leslandur. Við vorum ekki að segja orðið núna. Það er að reynsla hundu. 1.200.000. Ef ekki að klappa fyrir okkur endamönnum. Enda fyrir Hafliði ekki inn á gólf nema þessi allavega milljón undir. Þannig maður er hann. Og þessi töldkeppni fer fram að menn ríða hérna hægt töld upp á báðar hendur. Það er hraðabreyting upp á báðar hendur og greitt töld upp á báðar hendur. Dómar hér í kvöld er engin annar en Sigurbjörn Bárðarsson. Klöppu fyrir Sigurbjörni Bárðarsinni. Og það var að koma 300.000 frá full tingi lögfræðistofu. Já, hann er bara fyrir að náðu saman. Frábært, takk fyrir það. Þú kan gera mig svo stressað með þessi nöfn að ég er alveg hafa það á hreinu sko. Ég held að þú þurfum að fara að stækka ávísununa. Og svo má við þetta nefna það að það eru kannski ekki allir sem að hafa tök á því að henda 100.000 köllum í svona, en hver 1000 kall sem fer í happdrættinu telur og það bætist auðvitað við heildartöluna sem við styrkjum þetta góða málefni eftir veislurnar. En ég ætla aðeins að kynna hvað er að vera fyrir erlendu gestunum. For our foreign guests, we're going to have a tough duel between two major stars in the Icelandic horse world. They may not be the youngest or the freshest anymore, but they're here, and they're here to battle out for the money that we've collected tonight, and all the money will go to the Children's Hospital.
We are waiting for Hafliði Halldórsson and... Hulda, Já. hvað á hann að skrifa á háhúsinu? Hvað upphæðin orðin? Hjörvar með bókaldið. Já, það 1.500.000. Vill ykkur bæti í? Þetta að verða vígaleg upphæð. Þetta frábært málefni eins og alltaf náttúrulega frábært framtak. Sjáu þetta. Nú, það ekki að spyrja því. Þeir eru að koma og nú þurfum við að klappa. Þessir menn að rífa upp keppnistífilinn í fyrsta skipti í mörg ár. Hafliði var síðast í þessum happa nærbuxum þegar hann var á nælu. Þið hafið ekki séð þetta sjón áður. Sjáu þið fólan hérna á málum! Þetta nýjasti toppræðingargallinn! Já, við skulum kynna þá til leiks á félagana. Á undan ríður Hafliði Halldórsson með hvítu hanskana að sjálfsögðu. Hafliði Halldórsson, hvað segir þið? Og Óskar Svan Herbertsson, Íslands einar! Og svo kemur Hafliði sýttur vissuna trú frá eystra fróðótti sem 1000 kröfur undan þristi frá feti og von frá bakkakoti. er ekki sæla frá gerðu? Þeir eru svo gamlir, ég ætla að leyfa þeim að byrja og þú kynnir það. Það bara eins og venjulega hestamóti. Það hægt, töð, gjörðu svo vel! Já, það 18 ára comeback á Hafliða, 20 ára comeback á Geira. Þess að Hafliði sáttur á. Leifir mér að klára þá, strákar, ef ég á að kynna þá. Hún úr rektun Ásars Jónssonar og önnur tíu Finnsdóttur en eigendur eru Hafliði Halldórsson og Jósefín Evert. Og hesturinn sem hann Geiri sýndur á hann taktur frá bakustöðum. Hann 8 vetra undan Smárabra Skagaströnd og Mýru frá bakustöðum. Ræmsand bakustöðið Framherji EHF og eigandi Arnar Hvammur EHF. Taktur hefur hlotið í Kimbóðardóm með 8.25. Ásgeir, hættu orðið þarna, stoppaðu þarna. Ásgeir, stoppaðu þarna. Og Hafliði, þú stoppar þarna við Og við skulum byrja kvöldkeppnina upp á... Stoppa bara við núna. Þetta íslenskt skipulag, allir ósammála og ekkert gengur. Þú við þetta á hægri hönd. Ef þetta ekki sexy atrið, þá veit ég ekki hvað. Sigurbjörn vil sjá upp frá báðum liðum og það hægt hönd upp á hægri hönd, gjörðu svo vel. Hafliði is riding two frá eystra fróðótti, the Pinto Mare, þristur frá feti and one frá bakkakoti. Bred by Ársæll Jónsson and Anna Fía Finnsdóttir, owned by Hafliði and Josephine Evert. This is a first prize mare. Ásgeir is riding taktur frá bakustöðum, 8 years old, a son of Smári frá Skagaströnd and Líra frá bakustöðum. Owned by Vagnstæði Framherji, or bred by Vagnstæði Framherji and owned by Arnar Hvammur. This is also a first prize stallion, and both of these horses have been in a tough competition before and scored well over 7. Þetta þá sem hafa bæði verið áður í toppkeppnum og skorað vel yfir 7. Þið megið hægja niður knappar, þið megið hægja niður. Þetta komið gott af hægum tölti og hvað segir þið þá? Það einhverjum geitt! Jæja, Sigurbjörn, landskunni dómari, Leifur Hraustur Magnússtaðins. Hvernig finnst þér þessi reiðmennska hjá strákunum? Þetta klassik comeback. Þeir eru náttúrulega mjög vanir allir reiðmennski sem menn. Þegar þeir eru reiðið upp vatn og mátaði gegnum lífið. Þetta glæsilegt hjá þeim. Já, ég sammála þessu. En þá það einhvern fyrir Hafliða Halldórsson og hægt hönd. Já, það 9,0! Og það hjálpar að klappa! Já, að vinna brettuna aukastig. Það þessi menn vanir að gera. Og þá það Ásgeir, hægt hönd fyrir Ásgeir. Það Nei! Já! Nei, Sigurbjörn. Já. 9,5! 9,5! Þetta líka með... Þetta nýjir topprættirskot. Já. Þetta nýjasta lína frá topprættirmann. Þeir eru að skjálfa landsmótsknappandinn, heimsmeistaraknappandinn, þið sjáu þessar tölur. En þá það hraðabreytingar sem séu upp á vinstri hönd. Gjörðu svo vel. Og tónlist í botn og það má alveg klappa. Þessi eru búin að þóla það í mörg ár.
Sjáðu reiðmennskuna hérna hjá Ásgeir. Þeir fóru í reiðtíma, en ég megi hægja niður strákar núna. Hægja niður og snúa við. Það nú bara eins og þeir hafa verið hérna í þessu gær. Þeir fóru báðir í reiðtíma á Sigurbirni fyrir þessa sýningu. Sigurbirni fannst þeir sitja svo skakkir, en svo tók hann veskið að þeim og þá réttust þeir við. Og þá var það tölt með hraðabreytingum upp að hægri hönd, gjörðu svo vel. Já, látið þið heyri. Þetta er instruksjón. Ásgeir var Íslandsmeistari eitt sinn á Farsal frá Arnarhóli Og hafði ekki Facebook til að segja frá því. Nei. Hafliði var heimsmeistari í öllu. Veiti 10 silunga í leiðinni. Já, við skulum. Djöfull eru þeir góðir, maður. Þetta er alvöru sjó. Þeir megi hægja niður snabba og jafnið bílinn. Það er erfitt að segja hægja niður með þetta lagundir, maður. Hafliði var með hótt, það var gert og eitthvað það. Herru, En þá var það tölur. Hulda eftir tilbúin hann í réttarastofunni. Já, það er tölur fyrir tölt með hraðabreytingum hjá Hafliða Halldórsinni. Það er 9,0. Þetta sást síðast hjá Jóa Skúla. Og þá er það fyrir Ásgeir Svana Herbertsson. Aftur er það 2 spjöld. Og það er 8,5. Þeir eru ekkert að reynast til velist í skólurreinilega. Herru, takið eftir því. Þeir eru þá jafnir, er það ekki? Nákvæmlega. Ég er nefnilega taldi, þú veist, 9,5. Já, ég myndi nú ekki fara að leggja, ekki hugsa Hjörvar, bara að tala. Hulda sagði það. Jæja. Þá er það yfirferð upp á vinstri hönd. Hafliði tekur Nei, býta aðeins Hafliði, það er einn óvanur hérna. Þið verður að byrja á sitt hverjum endanum, strákar. Já, Hafliði, þú ferð bara þarna yfir. Hafliði festist á baug. Jæja, þið megið fara saman, þið fáið stuðningakörur. Koma svo! Þið eru óframfærin, gjörðu svo vel, yfirferð, vinstri hönd. Koma svo! Hægri hönd er greitt höld. Og það er ekki gott að taka 1 mínútu hlé og í þetta skipti þá er það ekki verið hestana, heldur það er aðeins að reyna að muna hvað maður er að gera hérna inná og svona liðka liði og annað. Og vita hvað er hægri og vinstri? Nei, þetta er sangarsknappar. Það var ekki döð meðan að hestarnir eru aðeins að blása. Það var ekki döðvelt að finna knappa í þetta verkefni, því þeir vinna hérna gríðarlega flotta ávísun sem er láta á hendi jafnvel og eftir. Og þeir áttu að vera í þessu fyrst Gunnar Arnarsson og Sigurbjörn Bárðarson, en við treystum ekki að þeir myndu láta ávísun af hendi. Þannig að við fengum þessa menn sem eiga nóga peningum og 1,5 milljón skiptir engum og þeir eru búin að eyða því fyrir hádegi sem að daga. En þá er það síðasta, þeir eru jafnistrákar, síðasta sjens að vinna heitli. Gjörðu svo vel, hratt höft upp á hægri hönd, góð. Og nú er ekkert gefið eftir.
Velkomin til hestamennskunnar. Og ekki loka séns Jón að hafa áhrif á dómarann? Nákvæmlega. Hvað segið þið með Ásgeir Svan Herbertsson? Hafliði Halldórsson! Þetta eru góðir strákar og búin að leggja sitt af mörgum til hestamennskunnar. Ásgeir er til dæmis búin að halda upp í málingafjölskyldunni í mörg ár. Og ég veit að Hafliði tók hann strákar á Svíþjóð með sér og byggði upp með honum einhvern kotur austan. Og þeir hugsa ekki smátt, þessi strákar. 1,9! En þá er það einhvern fyrir Hafliða og greitt tölt. Það er 10,0! Er það ekki 10 eða? Jú. Og þá er það fyrir Ásgeir Svan Herbertsson. Nei. Það er ekki að spurja. En það er ein einhvern eftir. Og það er svo sem skiptir höfumáli. Og þetta er að því þeir eru þannig þroskaðir, þessi strákar, þá verðum við að fara niður í barnaflokk og biðja ásönd og stjórnun. Og ég vil biðja einhver fyrir ásönd og stjórnun hjá Hafliða Halldórssoni. Já! Það er 5,0. Þetta er alltaf bara mat dómarans, Hafliði. Við erum sammála því endilega. Já, þetta er mat. Þarf ekki að vera mat þjóðarinnar, það er ekki alltaf sagt. En þá er það ásönd og stjórnun fyrir Ásgeir Svan Herbertsson. Nei. Hann er ekki með lægra spjald en 5. Já! Það er 5 líka. Æi. Herðu, er ekki bara vel við hæfa þeir séum bara nýfjafnir, það er ekkert hægt að skilja á milli. Nú er það að klappa. Það er klappmælirinn. Ertu með það? Já. Ertu með það? Þeir eru tilbúin. Má ég heyra fyrir Ásgeir Svan Herbertsson? Ég held að mælirinn hafi verið aðeins að herra uppi á Hafliða. En mælirinn var fullur, það er alveg úr hreinu. En ég held mjög tæpt. Hvað segir þú, Geri? Mjög Já. Svo er líka að segja að mælirinn fór herra upp hjá Hafliða en Ásgeir nær honum herra upp. Mæli, já. Þá komum velun hérna. Sigurvegari í tóltvíi aldarinnar. Er ekki svona hérna Eurovision? Fyrsta og annað sæti, í öðru sæti Ásgeir Svan Herbertsson. Ég ætla að klappa aftur fyrir honum. Og það er Ásbjörn Ólafsson sem gefur þessi verðlaun. Og það sem þetta eru sjentilmenni, þá eru þetta ítalaskálar. Það er svolítið gott, sko. Nú er ég að biðja hana Önnu, sem er í forsvari fyrir hringinn að koma hérna inn í brautina. Þetta er með flott bindi, Hafliði. Hvaðan er þetta bindi? Og við skulum nú Hvaðan er þetta bindi? Að leynigesturinn er ekki enn kominn í hús, þannig að við skulum ekki fara neitt. Leynigesturinn er ekki að koma. Skóna fekk ég einhvern tímann spónsinn af landsliðinu. Jakkin er frá því Hollywood. Boss-jakkin bara. Og reiðbuxuna henni, hún var bakgröndu niður. Ég slapp fyrir hot, sko. Við erum flottur. Ásgeir, ertu sár? Já. Ætlar að erfa þetta við Hafliða? Já, og þetta. Og þetta, já. Hér hafa myndast gjár á milli manna. Jú, það er ekki flott að fá okkur á baki og hann aðeins hrættur ykkur, þeir eru búin svo lengi. Eru þið með kollin til að komast á bak aftur, eða? En við erum ekki bara stilla okkur hérna, við erum búin að fá hana Önnu Eðvarsdóttir, formann Kvenfélagsins Hringur. Nú þarf að beygja Hringurinn. Og sigurvegari í töltneifi aldarinnar, Hafliði Halldórsson, ætlar að afhenda þessu frábæra framtaki
þennan styrk upp á 1.500.000 og það er engin væntingatök. Ég held að standa upp fyrir öllu þessum frábæra fólki í þessum samtökum og eins þeir sem gáfu penning. Svona að gera þetta hestamenn, þetta kunnum standa saman. Ef það er eitthvað sem skiptir máli, þá er það börnin okkar. Birti, verður með hérna. Og þegar að... Þetta er Instagram mynd hérna. Jú, við skulum koma, við erum ekkert sérstaklega. Fagnaðarlætin ættu aldrei að byrja. Hvað segir þið þá? Þú gefa þér klappa. Það var gaman að sjá þetta, menn þetta voru hetjurnar fyrir nokkrum árum. En við erum enn eftir að fá leynigestin, þannig ég bið ykkur að fara ekki af stað út úr húsi. Þið viljið ekki missa af leynigestinum. Það er hárrétt hjá Runda, það er rándýr leynigestur. En þeir ætla að taka hérna einn sigurhring strákarnir og ríða út. Og við býðum hérna á gólfinu. Við ætlum að hingra hérna inn á, þeir ríða á stað. Við látum strákana ríða einn heiðursring og þá klöppum við allt svakalega. Við sem hér á gólfinu erum hlið. Það er aðeins verið að rífast upp okkur á höndi, ég vera. Þeir ríða upp á hægri hönd, þannig er enda beint út. Hafliði Halldórsson og trú frá Eystra Bróðandi, Ásgeir Svan Herbertsson og Axel frá Vagarstöð. Já, þetta er einhver sýning sem við getum sagt framfram og verða frá. Hverju þetta er núna? Takk fyrir þetta svona vel í endin. Þetta er glæsilega gert hjá þér. Hverju dettur í hug svona fallega stundu að syngja lagið Hatrið mun sigra? Þetta var óskalag frá Geira. Þetta er Hafliði mun sigra. Takk fyrir þið, takk fyrir þið, hafið heila kvöld. Svart og skemmtur. Við hingum hérna inn á Þrúlindir, Anna og Magnús Benediktsson. Og það er einhverjum eitt atrið eftir. Og það er leynigesturinn. Veist þú hvað það er þetta? Ekki hugmynd. We have one more surprise for you, dear guests, so please don't go anywhere. We're waiting for Það the lítur að vera surprise. gamalt knapi bara. Bogi Eggertsson eitthvað. Og þú er alltaf miðl. Nei, við skulum bíða eftir þessu. Ég hef trú á það að segja betra að bíða eftir þessu. Maggi hætti í símanum. Þetta er svo leynilegt að ég fekk bara eitthvað bréf sem ég var að lesa upp þegar hún mætir. Og ég veit ekkert hvað stendur í því. Það er lokað eins og Óskarsverðlaunum. Það er heftað aftur. Já. Þau eru að lesa upp úr réttu umslagi þá. Já, já. Það er rétt að hún ekki það, þó ég get ekki alltaf sagt það rétt. Það var ekki það sem ég átti við. Ég var svona vís í Óskarinn. Já, sjáu þið. Bennana, góður áhættur. Hann er mættur í salinn. Kveikur frá Stangalæk. Og aðalhegar Anna Guðjónsdóttir. Og nú ætla ég að biðja ykkur að lækka aðeins í tónlistinni. Því að ég ætla að lesa hérna bréf sem ég fekk afhent. Kæru hestamenn og aðrir góðir félagar. Það er okkur eigendum og aðstandendum Kveiks frá Stangalæk 1 mikill heiður að fá tækifæri til þess að geta stutt við svo gott málefni sem kvenfélagið Hringurinn stendur fyrir. Til þess að starfsemi Hringsins gangi sem allra best þarf aðkoma margra og með okkur aðkomu vonumst við til að geta lagt lóð á vogarskálina með ykkar stuðningi. Það þekkja það trúlega margir hversu gott starf Barnaspítalinn Hringsins er. Og það á svo sannarlega við eigendur Kveiks sem á árunum áður nutu þess starfs þegar á reyndi. Okkar hlutur í að styrkja kvenfélagið Hring verður einn tollur undir Kveik frá Stangalæk 1 sem hægt verður að nýta sér í sumar eða hvenær sem viðkomandi hryssueigandi hendar. Það er einstaklega gaman og viðeigandi að Anna Björk sé sú sem tekur við tollinum þar sem hún er jú ræktandi knapans. Aðalheiðar Önnu Guðjónsdóttir.
potturinn verður boðinn núna og þið hafið tækifæri til að hjálpa til. Við erum komið ákveðið lágmarksboð þessum tolli. Eigum við ekki fara að byrja, það sem sagt hann fer óskiptur og ekki nóg með það að Fákafar hefur ákveðið að gefa í samræmi við það sem Sævar Haraldsson fyrsta og hans bílaflotti frían flutning á viðkomandi meri sem að einhverja mun nota undir hestinn og til heim aftur. Og þá byrjum við... Bíðið aðeins, strákar, leiðið það komið 10.000 krónur frá konu minni og að slegið. Halló. Það þarf að segja erlendum gestum frá því hvað að vera líka því að hér fullt af fólki sem á ræktunarhryssur á Íslandi. So for our foreign guests, what's happening now is we have the superstar Kveikur frá Stangaleg 8 on the floor. His breeders and owners have donated a stud fee that will go, the proceeds will go to our collection for the Children's Hospital. And now we will auction off the stud fee. So what you want to do is listen to the guys on the floor and then you just shout out if you want to bid on the stud fee. Það skarplega aðtöðuð að þetta þurfa að tala ensku, það eru þeir sem hafa peningana. Ja, svona stundum. En það lágmarksboð, það búið að bjóða 300.000 í innan toll sem ekki mikið. Við þurfum ekkert að kynna þennan hest meira, við þurfum ekkert að kynna þetta málefni meira, við skulum bara byrja. Og ef þið viljið bjóða í þá bara réttu upp hand fyrir 320.000. Eitthvað sem með 320? Það búið hérna. Hvað segir þau? Þarna? 320! Það komið 320! Hann var á undan hérna, við förum bara í 350. 350? 350? Tóttu alveg jafn fátt okkur fyrir vikið. Það komið hérna, ég kom með eina líklega hérna. Það líka hérna, það einví hérna. Hann myndið Þórarins Ragnarssonar og þetta Teimur Berglind Jón þarna út, það var ekki að bjóða í núna. Það komið 350 mín megin. Þá förum við í 500.000. Það er þessum ágæta manni hérna sem er að reyna að verja höggunum frá konu sinni. Hvað segir þið? We have a bid of 500.000. Með 550. 550 hérna? Já! Við getum alveg líka bóðið hérna með sko. 550. Ég held að séu ríkari hérna megin, ég held sem byrja söðurbændur hérna megin. Erum við að tala um 600.000 eða? 600.000 komið? 600.000. Erum við að segja 650? Já! Þú veit jána, það er bara... Það komið! Hvað þú að gera? Ég að safna peningur. Á róðið, sko. 650.000. Erum við að tala um 700? Ég hef aldrei síðan svona peninga. 700.000 slegið hér. Já, 750 erum við með það. Já, við erum með það hérna bara. Þú getur bara haldið áfram. Þetta ekki mamma hérna veifa þér eitthvað? We're standing at 750,000 krónur. What's that in euros, my dear Hulda? Give me a second. Það komið hæsta boðið orðið 750.000 og fríflutningur frá Fákafar. Einhver sem tilbúin með 800 skallinn? Varst þú ekki líka tilbúin að skaffa hrissu til að styrkja þetta málefni? Það sett frí frissar frá mér líka. Þannig að þetta vinn-menn dæmi. 750 mín megin ég heyra. Það komið 800.000 kall. Já. Oh yeah. 850 hérna megin. Já, ég ekkert svo lengi að þessu sko. Þú hefur gang og eitthvað vesend hérna komið. Okay, we're standing at 850,000 krónur, which is 6,341 euro. Top that. Fóðið í kantísku tónur líka. Klappa það er ekki ánað það þetta nýja sér. Ég var komin í 850 mín. Þetta með 900 skall. Ertu komið með? Já, ég komið 900 skall þetta. Hann alltaf jafn fátt okkur hvað sem Þessi gæi. 950. Það hérna. Góðan daginn. Það hérna. Ég með ríkasta hestamann á landir hérna. Hann bara bong. Það flott hjá honum. Ég ekki 2 krónur við. Þetta 952. Áförum við miljónur eða ekki? Á, miljón. Frábær málefni. Miljón sagðan. Ertu bara að segja greið manninum hvað nú? Miljón, ég sagði, bjóttu miljón. Þú ert komið svo mikið kenna.
Er ekki 1.050.000 hérna mín? Jú, það er 1.050.000 mín megin. Já. Eigum að ræða það eitthvað? Það er 1.050.000. Og þessi einstaklingur er ekki eins og að tapa á þessu. Þetta er stórkostlegur hestur. Já, erum við komin í 1100 skall? Er einhver tilbúin í 1100.000? Hún situr hann á hendinni. Er einhver tilbúin í 1100.000? Ég segi 1100.000 fyrsta. 1100.000 annað. 1100.000 krónur slegin. Ég hef glaðið að koma til í náttúr. Komdu fram, það er bara mjög gaman. Það vantar ekki manngæskuna hjá þessari Lilja Bóndadóttir, hestakona og lífskunstner. Hér hefur hún eitt dýrasta blað allra sögum. Hún fyrir að sjálfsögðu að heilsa upp á fólan. Þá er ég ekki meira að bakka. Þetta er aldeilis frábært. Vá, ég bý ekki eins og í svona dýru húsi, sko. Þetta var skemmtilegur endir á skemmtilegri samkomu. En eitthvað stendur sem var að gera góðir hluti. Og nú komum við í takt í tónlistina, músíkina, töltið, Liljubóna, Kveik og alla. Þetta er glæsilegur endir á frábæru kvöldi. Frábæru kvöldi. Hei! Fínu fyrir kvöld. Takk hérlega fyrir strákar, þetta er búið að vera stór skemmtilegt kvöld og ég óska Lilju bara til hamingju með tollinn, það á eitthvað stórkostlegt eftir að koma út úr þessu. Ég skora reyndar líka á eigendur Kveiks að íhuga það að bjóðinni kannski að prófa klárinn svona ef eitthvað gott tækifæri býðst, það væri nú ekki leiðilegt. En þetta var frábær endir á frábæri kvöldi, við þökkum ykkur öllum fyrir komuna. Við minnum á viðburðið framundan hér í Sprettshöllinni. Það er karlatöld Spretts á föstudaginn kemur og hinn fræga kvennatöld Spretts næstkomandi laugardag.
skráning á bæði þessi mót stendur yfir fram á morgundag og út morgundaginn held ég alveg örugglega. Þannig að það er einn tækifæri til að vera með. En gaman að fá okkur og farið varlega á leiðinni heim. Takk fyrir að koma og við sjáumst á næstu veislu.